Jæja, Snorri. Komin aftur. Ég hættur að hafa svona intro. En það? Já, ég ætla bara að segja, jæja, Snorri, þú ert komin aftur. Eða jæja, Jón, þú ert komin aftur. Okay, Jón, hvað er Jón? Það er enginn Jón búin að koma. Nei. En þú ert komin aftur. Ég er komin aftur. Og ert spenntur fyrir þessu. Já. Okay. ég er mjög spenntur. Gjöðlega, þetta er ekki síðan skipt sem þú kemur. Já, ekki gott. Við ætlum að tala 30 Day Movie Challenge. Sem í rauninni er eitthvað sem ég sá á Instagram sem James Gunn var að gera. Góð leikstjóri. Já, og ég hugsaði mig, það var nú sniðugt að hafa þetta bara í podcast þætti. Já. Og þér varst það eitthvað ömurleg hugmynd, en þú allavega fylltir út þinn lista. Já, þetta var eins og að draga tennur. Þurftur að pína þig. Þetta er þess að 30 spurningar hálfgerðar, þar sem við erum að tala um svona uppáhaldsmyndir, mynd sem þú sofnaðir yfir, mynd sem lætur líða óþægilega og alls konar pælingar. Hvað upprunalega fólk að svara einni mynd á dag, var það ekki? Jú, en við ætlum að fara í gegnum allan listan í þessu þætti. Ég gerði mig bara kláran fyrir dag 1. Fylltur bara fyrstu myndina. Já, ég held þetta að vera 30 podcast. Nei, þetta, og ég sérst bara að svara fyrir þig líka bara, allt sem ég segir það sem þú segir. Já, ok, það er fínt. Okay, það henda mjög vel. Ok, þú ert að grínast, þetta var ekki gott tjók, ég kleipið út úr þættinum. En ef ég ekki bara byrja? Jú, gera það. Og ég sá fyrir mér að fyrst byrja þú að svara, eins og í spurningu 1 þá byrja þú að svara fyrst og svara ég. Þannig að ef ég er með betri mynd en þú varst með, þá getur þú sagt ég líka. Þá getur ég sagt djúðist tilhjörni, ég var líka með þessi mynd. Nei, svo ennum 2, þá svara ég fyrst. Já, og svo okay. þú. Já. Ég var að meina það þannig. Og við erum náttúrulega að fyrir eftir hvernig myndir þið eru og hversu mikið við erum að fara að spjalla um þær. En byrjum þetta bara. Þú er tilbúin? Hver er fyrsta mynd sem þú manst eftir að hafa hort á? Starship Troopers. Jaha? Nei, heyrðu, vá, ég er að fatta þessa spurningu fyrst núna. Góð byrjun, Snorri. Hún gæti bókstaflega ekki verið. Nei, ég skildi, já, ég veit alveg núna. Ok, ég get samt svarað þessu og hún byrjar á sama stað með þess að fyndi. Nei, heyrðu, það var Labyrinth. Það var Labyrinth með David Bowie. En ég verði að útskýra hvernig ég skildi spurningunum fyrst. Af því að þú varst 14 ára þegar Starship Troopers kom út. Ég fyndi, ég fattaði því. Ég er bara skrín alltaf bara rétt yfir meðalgrind. Þú nefndir ekkert að setja mikla pælingar í hérna lista. Ég skildi þessa spurningu sem, hvað er fyrsta myndir sem þú mannst eftir að horta á bara núna? Hvað er fyrsta myndir sem poppar upp í hausnum þér? Ok. Já, þannig, en já. Vá, ég hefði aldrei túkað. Svona er þetta bara. Ég leta svolítið út fyrir bóksið. Já, reyndar. Nei, það var Labyrinth, Jim Henson myndin. Labyrinth? Já. Hvað árið, frá hvað árið hún, mæstu það? Ég held þessi jafnkvæmul mér, okkur. 83? Ég held það. Þessi mynd var alltaf til á vídeospólu hjá ömmu og afa. Ég man ég var alltaf, og þú veist, er ekki, hvað heit? Nei, hún Jennifer Connelly? Já. Hún er einu það ekki? Já, þá hlýtur hún að vera eitthvað 89 eða eitthvað. Er það ekki? Hún er ekki það mikið eldri við. Ég man ekki frá hvað ára hún er, en mér fyrst þú sagði þetta, þá hugsaði ég 86. Geti verið. Hún er eldri en 89, 88. Hún er alveg, þú veist. Ok. Og svo kannski ég líka að taka það fram núna, en ég gleymi sér alltaf. Við munum líklega að spoila einhverjum myndum. Er ekki betur að taka það fram strax? Jú, það er kannski fínt. Verður ekki einhver listi líka sem fólk getur skoðað? Jú, en svo líka ég með svona prentað út blað, en Snorri með bara eitthvað Dick Tracy úr. Ég man þetta bara allt. Gett svalur. Ok, þannig að Labyrinth, ég sá hana fyrir, vá, það er örugglega alveg 25 ár síðan eða eitthvað. Já. Ég man ekkert eftir henni, David Bowie er henni eða ekki? Já, David Bowie er henni og það var náttúrulega brúðumynd. Ég var alltaf meira fyrir Dark Crystal. Var þessi mynd eitthvað skemmtileg? Mér fannst það mjög geðveik þegar ég var lítill. Ég horfði á hana aftur 15 ár síðan eða eitthvað. Þannig að... Hvernig varst þú þá? Bara, þú veist, hún er náttúrulega nostalgía. Hún svona... Hún á svona sess hjá manni. Ég var alltaf meira fyrir Dark Crystal. Já, algjörlega. Það er miklu betri mynd. Já. Ég man bara með David Bowie cool í þessu og það var eitthvað cool svona steinaskrimsli og þú veist,
Þetta algjör della. Þetta svona barnamynd. Já, þetta barnamynd. Já. Dark Crystal það líka, en hún samt, það svona meira adult þema í henni. En manstu hvað þú varst cirka gamall og sást hana? Sagði hann, ég heyrði það ekki, ef þú sagði það. Ég hef örugglega verið 6 ára. Já. Þú veist, eitthvað í kringum þetta. Já. Ég einmitt með, viltu vita mína mynd? Já. Og ef við erum að fara eitthvað svona keppni, hvað er með betri mynd í hvernig liði, þá getur alveg sagt að ég vinn þennan lið. Ok. Fyrsta mynd sem ég man eftir að sé, og kannski sá maður einhverja myndir á undan. Þetta var skeri. Herri, ég var svolítið fatt, ég gleymdi að loka þessu gluggan. Já, var þetta ekki glugginn bara að loka sér? Jú, Já. Það getur verið. Ekki bara að hafa þetta svona, ég er ekki svona mér að hljóða núna bara. Umgangu fram. Fólk brjótast þinn. Þetta var örgulega glugginn. Þetta er allavega að hljóða þegar glugginn lokast. Þetta er allavega mjög. Ok. Það getur vel verið að ég hef séð eitthvað myndir á hann í svo þessa mynd. Bókamál sá maður eitthvað mynd. En ég man ekkert eftir. Og þessi er alveg geðveitt sterk í minningunni. Já. Og það er Batman. Nei! En hún er 89, þannig ég hef verið 6 ára. Ok. Ég man eftir að séð hana. En ég veit ekki hvort ég hef séð hana þegar hún kom út. Ég sá hana þegar ég var mjög ungur. Já. Ok, kannski var ég 7 ára. En ég var ekki mikið eldri en það. Ok. Mér var svona geðveik. Og hún myndi vinna Labyrinth. Í alla daga. Í eitthvað svona movie face-off. Þú sammála því? Í alla daga. Ok. 1-0 Hafsteinn. Ok, ég vinn fyrsta leiðin. Ég hefði unnið samt ef að spurningin hefði verið mér í vil, sko, eins og ég skildi hana fyrst. Já, Starship Troopers. Ég fór líka alveg að hugsa, býtu, man hann virkilega bara til fyrst eftir að þessi bíómynd þegar hann var 14 ára? Nei, bara, ég veit ekki hvað ég var að hugsa. Nei. En ég vona að ég er búin að miskila allt eitt líka. Nei, ég held að þetta sé eina. Já. Vona það. Þetta er ekkit flóknar. Byrjar að svitna svolítið. Þetta er ekkit flóknar spurningar. Ok, ef að fara í númer 2. Ef þið finnst þú að fara á hratt yfir, þá bara stoppar mig. Nei, ég er góð. Ég er mjög spenntur að heyra núna hvað þú segir hérna. Ég ætla að fá að giska á myndin sem þú segir í þessu lið. Sko, mér langar ógeðslega mikið núna að svissa. Svissa. Þarna. Nei, við skulum ekki gera. Nei, við skulum ekki gera. Bara, já, vilt þú byrja núna? Er það það? Vilt þú byrja að svara þessu? Nei, út af því að ég klúðraði þessu. Spurningu 1. Ég hefði sett hana í þetta seti. Já, þú mátt alveg breyta. Þá ætlum ég að gera það, Stinn. Ok. Þá ætlum ég að gera það. Ok, þú veist náttúrulega ekkert hvað stendur inn í úrinu mín, þannig ég get sagt hvað sem ég vil. Það er bara að googla eitthvað. Ég er að googla inn í úrinu mín. Venjulega þá leyfi ég ekki blöð að síma eða eitthvað svoleiðis í þessu þætti. Ég nenni ekki fólk sem bara hangi í símanum. En við leiðum núna því ég er ekki að fara að muna þetta allt. Ok, númer 2 er mynd sem þú fílar sem byrjar inn á sama staf og fyrsti stafinn í nafninu. Þannig þín tilvík er það S. Já. Hvað er það Starship Troopers? Já, klárlega núna og ég segja hvað ég setti. Ef ég hef ekki að giska fyrir því, ég hef alltaf satt 7. Já, hún er þarna. Er 7 hjá þér? Já, 7 er mynd númer 2. En mér langaði ekki að setja Starship Troopers. Ég ætlaði, þú veist, þegar ég var fyrst farin að þú komst með þessar reglur, þegar ég var aðeins byrjað að pæla í þessu. Já, veitu hvað, útskýra það er kannski fyrir fólki. Þú mátt ekki setja summin tvisvar. Var það ekki eina regla sem ég seti? Já. Þannig að þú getur ekki haft 7 bara öllu. Nei. En viltu setja Starship Troopers frekar en 7? Já, það má nýta hana síðan. 7? Alltaf að breyta ykkur annari? Nei, við skulum ekkert að ruggla í þessu. Þetta er allt komið í ykkur rugglína. Ég ætla bara að halda mig við listaminn. Við byrjum bara nýtt, klippið út. Já, ég ætla að halda mig við listaminn. 7, mynd sem byrjar á sama stafi. Klikkuð mynd. Já, hún er þetta geðveik. Ákveð finnst þú svona góð? Bara, vá. Þú veist, hvað er ekki gott í þessu mynd? Brad Pitt í fantaformi. Ógeðslega svalur. Kevin Spacey. Klikkar í þessari mynd. Þetta er bara, já, þetta er gott ef ekki besta myndin á Spencer, næstum því, það er ein mynd sem er betri. Fight Club? Já. Má ég spyrja henni, er Fight Club eitthvað starf á þessu lista? Það hlýtur að vera. Nú mannst það ekki, nú ertu að skrolla eitthvað ekki um úrið. Jú, hún er hana. Hún er hana, ok, ekki segja mér svona númer hvað? Þannig að
ég meina það allt frábært þessu mynd hún þetta svona eina af þessum upplifunum þegar maður sá þessa mynd sem maður var alveg blown away hún líka bara svo flott og andurslótt í þessari myndi geggjað Lýrand Orser geggjað hér í henni atvinnu, hysterical gæin leikur það bara í 10 myndum bara í öllu myndum hann bara búin að mastera það að vera eitthvað svona hálfgrænjandi og hræddur við eitthvað mér finnst það líka ekki ég tengi hann líka svo oft við þig en þú elskar þessa mynd hún er rosalega, ég horfði á hann aftur tíminn þessu afstæða maður langar að segja daginn en það er örgulega 2 ár síðan þetta er fljótt að liða þetta er rosa fljótt að liða og ég var blown away hvað með, þú veist, kemur ekkert óvart, hún er alltaf góð þessi mynd, en hún er alltaf aðeins betur en mann minnir, sem maður horfir á hana. Ég sammála þér. Mér finnst hún bara verða betri og betri. Í rauninni. Þetta er bara svona í hvert sinn einhvern veginn er hún bara þéttari og hún er svo flott. Alltaf rigning, alltaf ógeðslegt. Já, hún er líka bara svo brútal og hvernig hún endar líka. Þessi endir var rosalegur, eða er rosalegur. Algjörlega. Og hann var svona pínu umdeildur, af því hann er mjög brútal. Það er alveg hardcore endir. Já. Ég velti alltaf fyrir mér... Hvað er í kassanum? Hvað var í kassanum? Akkur var hann svona pirraður? Ekki að þú múin að fatta það. Þeir sína það samt aldrei bein. Þeir sína það? Þeir ekki bara eitthvað hár. Ég meina, var þetta hárkolla eða? Já, þetta var ógeðslega það. Já, ok. Mér fannst þetta rosa skrítið óverjæktaði svolítið í loki. Já, kannski smá. Nei, þannig að ég velti rosa oft fyrir mér hvað hefði orðið Miller eftir þetta. Af því hann skýtur hann í lokin og hvað myndi verða skilurðu, bara lögreglumann sem basically fremur morð í vinnunni og ég fór að Reddit, þú veist, var búin að velta þessu fyrir mér bara frá því ég sá þessa mynd fyrst, satt alltaf í mér, þú veist, að því mér er svo ósanngjarnt sem kemur fyrir hann. Já. Þú veist, hann er þröngvað út í þessar aðstæður og John Doe fær bara nákvæmlega það sem hann vill. Sem er svo geðveikt þessum mynd. Geðveikt. Og ég datt inn á Reddit og þar var einhver lögfræðingur sem svaraði, það var einhver að spyrja þessari spurningar. Já, þú meinar að ef hann hefði gert þetta í alvörunni? Ef hann hefði gert þetta í alvörunni, hvað orðið hann? Hvað og að öllum líkindum hefði hann fengið sem sagt, þeir hefði væntanlega geta varið hann með stundabrjálæði og hann hefði fengið manslaughterdóm og þeir hefði þurft að setja inn í eitthvað 2-3 ár. Já, hann hefði ekki fengið morð. Nei, af því að hann er, þú veist, ef einhver tíma hann væri hægt að færa rök fyrir stundabrjálæði, þá væri það í þessum aðstæðan. Þetta væri svona textbook case bara... Alveg klárlega, af því að hann var búin að myrða. Já, og svo fokkin toppar hann þetta með að hún var ófrísk og hann vissi það ekki. Já, einmitt. Þú veist, þetta er svo mikið... Þetta er klikkaður endir. Þetta er svakalegur endir. Já. Þetta er líka bara svo mikið eins og maður sé kýldur í magan. Ég man þegar ég sá hana í fyrst skipti og maður bara, shit, þetta er klikkað. Já. Og ég held saman að hún verði alltaf betur og betur sem mynd. Bara lúkja á henni, tónlistin í geggja. Geðveikt. Er þetta ekki Nine Inch Nails sem er í lokin eða byrjuninni? Eða bæðið skipti? Gott ef það sé ekki bæði. Gott ef þetta var ekki bæði. Mér langar að segja bæði. Ég ætla að segja bæði. Þetta var svolítið allavega Nine Inch Nails legt í bæðiskipti. Já. Ég sé ekki af hverju að þetta ekki verið bæði. Nei. Það er ógeðslega töf. Mér finnst þetta ógeðslega flott og kreddlistin. Bæði í byrjuninni og í lokin. Hann kemur svona öfugt. Já. Fer hann ekki, hann fer niður. Jó, hann fer öfugt. Já. Mér finnst það ógeðslega töf. Já, geðveikt. Það gera líka bara eitthvað svo výrt. Ég man ekki að sé þetta áður í mynd. Það er ekkert þessa mynd sem ég get hugsað sem ég get sett út á. Nei, en þetta var alveg hörð samkeppni í lið nr. 2. Já, hvað varst þú með? Mér varst þetta auðveldast þessa spurningin. Af því að myndin sem ég var bara það er bara þessi mynd. Það er bara engin önnur sem kom til greina. Já. Og það er mynd sem byrjar á H og þetta valdi ég Heat. Klikkuð. Það var ekkert annars sem kom til greina hjá mér. Það er mynd sem að ég verð alltaf svona fæ svona fiðrild í magan yfir aðriðin í byrjunni þegar það er að taka trukkin. Að því hún byrja svo sterkt myndin. Já. Og maður er bara klikkuð mynd er ég að fara að horfa. Og ég er líka á því að þetta sé svalasti
karakter sem De Niro hefur leikið? Ég er ekki að segja þessi besta hlutur hér, en þetta er svalasti karakter sem leikið. Hvaða karakter svalar þess ykkur? Nei, það er ekki margir. Goodfellas, hann svalar þar. Jú, hann er grjótarður í Casino. Reyndar, hann er samt ekki svalari en Neil McCauley í Heat. Nei. Það er bara ekki séns. Nei. Allt við hann er svart. Ég skal gefa það. Já, það er allt cool. Og líka því að krúa þessi í Heat er svo ógeðslega cool. Já. Með Tom Sizemore, með Val Kilmer, Danny Trejo. Er ég ekki að gleyma ykkur? Tom Sizemore, Val Kilmer. Danny Trejo. Jú, erum við ekki að gleyma ykkur? Nú er það gott að vera með síma og geta googlað þetta. Þú getur googlað í úrni. Það er ég fáið, ég svo sem mynd miljónsum. Svo náttúrulega gæinn sem kom þarna sem ára að vinna á dænunum. Nei, þeir voru bara 4. Já, er það ekki það sem er að rugla mann? Jú. Hann kemur hann inn í... Jú, svartingurinn, dræfurinn, hjálpa þeim. Ég held að það sé bara það sem er að rugla mann. En mér var svo töff að myndi að vera með þetta krú, ógeðslega svalir gaurar. En hann er leiðtoginn og þú varst alveg að kaupa það að hann væri númer 1 af þeim. Til að Tom Sizemore svalur þannig, Kilmer líka, það eru allir svalir. Já, Kilmer er klikkar í þessari mynd. Það var svo mörg og aðrín og bankaránið er náttúrulega algjörlega geðveikt. Já, ég gleym aldrei, ég á svona sterka minningu að því þegar Heimabíó fór að verða svona aðgengileg fyrir almenning. Það var það leiti sem þessi mynd kom út á DFD og við vorum ég held að þú veri með mér, fórum heim til bróðans Lárusar hann var bara heim til Lárusar og hann var að sína okkur bassabóksið og setti þetta í gang. Já, þá sett hann Heat í gang. Ég var svo rosalega sterka minningu af spilaði hækkaði vel og ég var svo blóna við að þetta var heima hjá einhverjum og þetta var eins og í bíó. Þetta allir nefnilega sándar svakalega. Já, það er líka engin tónlist undir. Nei, ég elska það. Já, það er ógeðslega töff. Það er svo áhrifaríkt. Já. Og þetta virkar líka bara eins og það hefur tekið upp bara þegar láttu bara gæna frem í alveg bankaran svo bara skotbardaði fyrir utan. Sveimir það að þið notið ekki soundin. Alvöru sound? Já, hann getur alveg verið. Hann gerði hann alltaf Public Enemies. The Public Enemy. Nei, Public Enemies. En ekki, já, flestuleg, já. Public Enemies. Já, hann er svolítið mikið fyrir hann fílar það. Bissudót og sound. Hann fílar þetta annað realistic. Já. Þetta ekta sound. Það var svona meira það var eitt bara af því að myndist á Public Enemies það var máttlausar hljóðið þar heldur en í Heat. Já, eins og var meiri bassi í Heat. Já, ég man það er bara miksaður í þessi. Já, það er líka bara svalar mynd og að því hún er svalari þá kannski verður þetta ósannrótt. Já, líka. En já, hún er alveg, þetta er eina af mínum uppáhaldsmyndum, ég hugsa fær alveg á topp 10 af mér. Já, ég meina þetta er líka svolítið mynd eins og Seven sem að hún er alltaf aðeins betur en þið minnir. Já. Hún líka alveg 160 mínútur eða eitthvað, en þeir fyrstu ekki finna fyrir því hvað hún er löng, eða mér allavega líði þannig því að horfa hana. Algjörlega, bara góða myndir eru þannig. Já, hún er svo ógeðslega skemmtileg og það gerist eitthvað svo mikið í henni. Já. Hún er einhvern veginn... Það gerist rosalega mikið í henni og þú ert með flotta personur, það er lagt alveg púður í það. Þeir eru ekki saman þá. Nei, og þetta er alveg flott saga þessa tvo menn, Pacino og Robert De Niro. Hvernig finnst þið Pacino verið í þessari mynd? Hann er geggjör, það er allir geggjar í þessari mynd. Þetta er svo mikið heavy hittar að dæmi. Já, en svalasta hlutverk sem hann hefur leikið, Pacino, hvað veist það að vera? Ég ætla að segja eitt og þú getur ekki toppað. Scarface. Já, ég var næstum búin að segja það. Ég er að hugsa um Godfather svona, sko. Já, hann er geðveikur þar, en það er engin harðar en Tony Montana. Já, reyndar. Hann er geðveikur í Scarface. Svo Devil's Advocate. Hann var Lucifer. Hann reyndar líka djöfulið þar, en hann samt ekki svalar eins svalar hann í Scarface. Nei, hann er ógeðslega cool í Scarface. Þannig ég myndi að segja Robert De Niro þegar báði leiki ógeðslega marga töff karaktera. En De Niro finnst mér svalastur í Heat og Pacino í Scarface. Já, ég skal vera sammálaður. Það er rosa erfitt að toppa hann í að hafa annað skýrstónum. Já, hann líka bara segir öllum að fokka sig í þeirri mynd. Já, ég veist að hann svo harður. Shit, hvað hann er harður. Það er einn harðasti gaur. Ég gerði ekki svona på djóki
minna alveg top 10 hörðustu gaurar bara ever í bíómyndum. Já. Og Tony Montana kemst á þann lista. Og Neil McCauley líka. Já, ok. Þeir eru svo fucking minnir ekki svalir. Neil McCauley á, ég fór bara allt inn að hugsa þetta, hann, nú gleym ég náttúrulega akkurat hvað hann heitir, að þeir eru byrjuð minnast á þetta. Í Breaking Bad og Better Call Saul, hann, gamli, Ekki eftir hann gamla. Gamli naglin. Mike Ehrmantraut. Já, Ehrmantraut. Þetta svona... Finnst hann líkur hún? Nei, skilur ekki eitthvað útlitslega, en þetta er svona gæjar, þetta er svona algjörlega no-nonsense gæjar sem plana fyrir öllu og það er ekki hægt að fokkin. Sammála, pínu. Já, jú, Segði kannski. Já, en það bara, mér finnst muna svo miklu á þeim. Bara aldurslega. Já, ég er ekki að tala um það, ég er að tala um þetta að sé... Ég meina bara svona karakternis. Þetta er sama típa manni. Ok, ég skal gefa það, svo smá. Takk. En hann er samt alveg á sér leveli. Neil McCauley. Ég geti talað um allt podcastið, hvað mér finnst De Niro svalur í. En já, hún er allavega klikkuð sem mynd. Og ég er ekki að lista mig, ég er ekki á hvernig þetta verður búið. Þú mútt ekki hangi svo heldur úri. Svo er ég með mækin hérna fyrir blaðið mínu. Það verður þægilega, ímyndaður múr. Svo ég get ekki svona. Nákvæmlega. Ég get zoomað inn á dótið mitt. Þetta er klúðurinn mér. Það munið á næst. En hvað myndur þú segja? Myndur þú segja að það var jafntefli hana? Já. Þetta er jafntefli. Ég get ekkert valið Heat fyrir ekkan 7 og ég get ekki valið 7 fyrir ekkan Heat. Nei. En svona ég veit að 7 er kannski meira uppaldu þegar það ekki. Jú, en þú veist, maður verður bara að setja þær í, en maður þarf að ranka þær bara eftir öllu. Þú veist, þessar myndir eru fullkonar í því sem maður ætlaði að gera. Já, algjörlega. Þú veist, það slá ekki feilnótu. Ég myndi gefa það með þetta að gefa eitthvað svona engu 0-10 eða eitthvað. 10 af 10. Já, þá fengi 7-10 og Heat fengi 10. Já, ég meina, þú gerir það ekkert betur. Nei, ég get ekkert valið að milli þeirra. Og ástæður ég valdi Heat fyrir ekkan 7 því að ég heiti Hafstein og það er H&H. Herðu, við kannski bara fara í þriðju myndina. Gera það. Svo líka eitthvað sem myndum við kannski að taka setna betur í ykkur podcasti. Það er betur en þar. Við erum fara svona létt yfir. Það fara fólk líka kannski betur á tilfinningunum hvernig myndir við fílum. Þetta er svona eins og Tinder-profilun okkar í bíómyndi. Já, nokkulega. Þá myndir þú sjá núna bara hvort þú ekki gera like eða ekki. Já. En númer 3, mynd sem þú fílar sem hefur titil með 5 eða fleiri orðum. Ok. Og ég byrja núna. Jú, er það ekki? Ég byrjaði það. Þú svindlaði, þú tókst fyrstu 2. Tókst fucking 7. Það var nokkuð sem kom til greina, en ég ákvað bara því fyllt út á lista að taka svona sem kemur fyrst upp í huga. Og ég valdi mynd sem ég sá fyrir stuttu síðan. Ok. Og sem ég fannst geðveik. The Killing of a Sacred Deer. Hún geðveik. Þú sást hún undan mér. Já. Og þú sagði hann var heldur góð. Og ég á pínur hrætt að þeir stundum erum við ekkert alltaf sammála. Þú ætlum að fíla stundum svona leðilega myndir eins og Assassination of Jesse James með Brad Pitt sem er hundleðileg. Hún er bara listaverk. Já, þeir eru svo skemmtilega, hún er svona hundleðileg. Veistu hvað, ég horfði, sorry, ég sé að hijacka þessu í smásnitt. Ég horfði að mynd sem Svo þú elskar og ég hata. Já, hvað myndi það? Örgulega eitthvað drefleðileg. Vá, djúvel er ég frábærið að gleyma alltaf nöfnum. Það prassaði þú til þættinum. Já, akkurat þegar ég er byrjað þarna. Hún fucking með Daniel Day-Lewis, þeir eru uppið blott. Og ég bara. Herri, ég gafst upp á hann í fyrsta sem ég horfði á hana. Svo horfði ég á hana, eða kannski ár síðan. Djúvel er hún góð. Er það? Já, hún er heldur góð. Þú horfðir á hana. Já, ég sá hann sín tíma. Já, þú horfðir á hana alltaf. Já, allar að missa sig unni, svo horfði ég á hana og það er bara ekki tala í hálftíma þegar hún byrjaði með hann. Já, mér finnst þú geðveik. Hann er bara eitthvað að grafa eitthvað og bóra eitthvað, eitthvað. Já, mér finnst þú geggjuð. En þetta er algjörlega saman. Þetta er svona mynd eins og Assassination of Jesse James. Þetta er eitthvað svona, þú veist, bara ég veit ekki, það er svona einhverja ambient myndir. Já, en mér finnst eins og þeir eru uppið blödd. Nú er einhverjir nördar að hlusta á þeir bara, hvað er hann þroska eftir, hún er geðveik. Mér finnst hann ekki léleg. Ég þurfti kannski að gefa hann annars séns. Ég keypti hann með svo DFT sínum tíma. Ég var bara okkur, þetta hlýtur og alveg solid mynd. Ég tek bara séns og kaupa hana. Mér var svona hundleðileg. En ég elskar reynda Daniel Day-Lewis. Ég skil alveg að finna það svo leðileg. Af því að hún er, þú veist, að ég veit ekki, myndir þurfi ekki alltaf að vera skemmtilegar. Ég er ekki sammála. Ég er ekki sammála þar. Mér finnst að myndir þurfi alltaf að vera skemmtilegar.
en skemmtilegt þarf ekkert að þýða hasar eða eitthvað brandara. Þú getur alveg gert skemmtilegt bara gott, ég bara gott drama. Já, ok, þetta er kannski illa orðað, en þú veist hvað ég meina, það þarf ekki alltaf að vera eitthvað. Ég skil hvað við, en þarna bara erum við ósammála, það er ekkert rétt að þú segir og ekkert rátt sem ég segir. Já, þetta er bara smekksætri, bara algjörlega. En ég var svolítið hræddur að Killing of a Sacred Deer væri þannig. Ég hugsaði að ég er eitthvað svona leðileg mynd sem svona að pína með þessu horfa. Þegar ég var að mæla með henni við þig, ég vissi þetta væri svona 50-50. Já, ég myndi hvort hatana eða elskana. Ég var satt best að segja meir svona, þú stressaður? Ég hallaðist meira að því að þú myndir og horfa á hann og vera bara svona, hvað varst að pæla þetta er leðilegasta mynd sem ég horfst á. Hún náði mér alveg strax, hún líka svolítið sérstök. Já, hvernig fólk tala saman fólk tala bara eins og sé ekki filter á þeim. Já, og líka bara eins og sé bara vélmenni. Já. Og mér veist hún rosalega áhugaverð og ég er alltaf að elska Colin Farrell. Já, hann er geðveikur í henni. Mér veist hann geggjaði leikari og hann er líka mjög skemmtilega leikari, gaman að horfa á hann. Mér veist líka Nicole Kidman, hún var fín í henni. Það er ekki Nicole Kidman, svo jú, er það ekki. Og hann pjakkur sem leik strákin. Ég man ekki hvað hann heitir. Nei, hann átti að leika í Why the Last Man. Átti hann að leika Jórik? Já, ekki gott casting. Nei, hann var mjög góður þessar. Þetta er góðu leikari sann, sko. Hann virkaði alveg eins og væri eitthvað geðveikur. Já, mér varst það mjög töff og bara allir myndtaki í henni var úslega flott. Byrjaði að taka eftir í henni þegar viftu þemað var í henni. Viftu þemað? Nei. Sko, ég byrjaði að taka eftir í svona miðbygg. Það er alltaf einhvers staðar vifta að snúast eða eitthvað snúningselement í gangi sem alltaf kolmennetar sig inn í lokinu myndinni þegar hann snýr sér í hring eða hún snýr sér í hring. Nei, það var hann sem snýr sér í hring. Það var líka svo klikkað atrið. Já, klikkað atrið. Það má búin að vera að sjá það aftur og aftur yfir alltaf myndina. Ég var svona, ok, það getur ekki verið tilvílun. Það er alltaf loftvifta eða eitthvað sem er að snúast. Svo kom þetta atrið og það er bara, dýrlega þetta næs. Það er mjög töff. Já, mjög töff. Þetta er líka mynd sem ég langar svolítið að horfa á aftur. Sama hér. Þegar hún var allt öðru sem ég held og bara komið skemmtilega óvart. Ég líka sendi held í skilabóð strax, bara hún hefði geggjuð sem mynd. Þannig að mér er það mjög skemmtilegt, það er sem er endan á henni, hún er þægileg twisted endir. Já, mjög, og samt að þeir sættur sælli við þetta bara. Já. Svona er þetta bara. Já, þetta er alveg mynd sem ég var til að ræða betur ekkert setna, að mitt horfa aftur á hana og fara þess nána út í hana, því að hún er alveg töff hugmyndir í henni. Hún er ekki, það er til þess mynd sem ég varst skemmtileg, samt er hún kannski ekki fyrir alla, en mér varst hann skemmtileg. Mér varst hún áhugaverð. Mér finnst líka alltaf gaman að horfa á eitthvað svona myndir þar sem að fólk er svona óhefla. Hún myndi mig pínu á Happiness. Já, algjörlega. En þó að sér hún allt öðruvísi, það myndum á hana. En þessi raunveruleiki þar sem að fólk hegða sér ekki alveg. Já, þó að Happiness er auðvitað miklu meira svona svört komedi. Já. Ég horfði síðan aftur á hana. Er langt síðan svört á hana? Ég sá hana bara einu sinni. Aha. Já, einu sinni eða tvisvar, en það er alltaf mjög langt síðan ég horfði á hana. Mér fannst hann alltaf svo drepfyndin. Já, ég man bara alltaf eftir atriðinu með feðgana. Já, mitt. Hún er alveg sick, hún er samt alveg fyndin eða þú er til í svona mjög svartar. Ég fílaði hann alltaf mjög vel, sko. Ég þurfti eiginlega bara að kíkja á hann aftur. Já, ég mæli með því. Það er ekki öll að finna hann samt, en hún er heldur góð. Ok, ég var með Killing of a Sacred Deer, hvað varst þú með? Ég var með The Curious Case of Benjamin Button. Nei. Jesus, Snorri. Ég vissi hún vel einhverja leiðilega mynd. Hún er alveg fokklega. Þetta er ekki góð mynd nefnilega. Ákveður valdur hana? Þetta er mynd sem þú fílar. Mynd sem þú fílar. Sem ég fíla, já, ok, ég klúðraði þessu. Valdur bara einhverja mynd. Já, ég var eitthvað að flýta. Þetta voru svo marga spurningar. Já, þetta er ekki flók. Ég hefði átt að þýða þér. Það hefði verið mjög gott að koma með einhverju uppástungur fyrir mig að svörum. Jesus, ok, ég er náttúrulega að vinna þetta klálega. Þú vinnur þetta klálega, byrju. Hún er hundleðileg. Já, hún er ekki góð. Þó að Man Crush sé. Já, þetta var svolítið, þetta satt í mér, sko, hann lita náttúrulega Seven og Fincher valið. Þannig að þetta er bara, hún kom bara og ég sett hana bara inn. Ég var alltaf spennt, ég held að við farum saman hann í bíó. Ég var ógeðslega spenntur fyrir henni. Fórum við ekki saman hann í bíó? Minni það. Já, gott ef ekki. Og ég man bara djúlega ógeðslega leðileg mynd. Ég hef ekki nefnt að sjá hana. Nei, ég er mér sem búin að gleyma mikla henni. Ég man ekki eftir neina. Ég bara sett hana þann inn, sko.
Já, ok, nú veistu það, ég nú pínu stressað núna. Nei, það góð... Ég held bara, veistu það, ég held að miskir alla listan. Ok. Það fullt af góðum svörum hana. Ok. Fullt af góðum svörum. En ég vinn allavega á númer 3. Já, það alveg á tæru. Þú rústar þessu. Ég kom í geggjaðin, þú komst með hundleðilega. Ok, númer 4. Við erum ekki að nenn að tala eitthvað Curious Case of Benjamin Button. Nei, það í rauninni bara, þú veist, það sem maður má segja með þessa mynd bara þetta bara feilspor hjá Fincher vinn okkar og mér fannst þetta var leiðileg saga. Já. Þetta var ógeðslega leiðileg saga. Já, ég er svona mal svo lítið eftir. Ég líka, ég man bara með leittist yfir henni. Já, mér fannst hún hundleðileg, ég man því og líka Brad Pitt lék sjálf og segja eitthvað á. Já, þetta átti að vera eitthvað rosa afrek, CGI afrek. Það verður reyndar áhugavert að sjá hann aftur í dag því ég held að þetta er svo rosalegt uncanny valley að horfa á þetta núna. Það var svona tímabla sem Fincher misti sér svona smá í einhverju svona, eins og Panic Room og allt svona einhver CGI myndaverðar það virkar í Panic Room samt sko, þú veist, en ef þú pælir of mikið í því þá er þetta rosa mikið í gegnum öll skrágöt og gegnum kaffivélina og gegnum handfangið á bollanum en það ég fer ekki það samt sko, þegar hann er að vinna hann með arkitekturinn í húsinu og þetta er allt svona svo klínist eitthvað. Já, en alveg sammálega sann eldist þetta ekki svakalega vel. Já, svolítið mikið svona pínu svona gimmick. Já, ok, fyrir það bara númer 4 og þá, núna svarar þú fyrst. Nú svarar ég fyrst. Og ég vonu var ekki miskil þetta. Nei, þetta er allt í rauninni myndið svo fílar eða þú átt að velja þannig mynd svo fílar með tölustaf eða stafi í titlinum 1917 Valdur hana? Já. Ég og Jónas spjöllum að þessum hana. Ég veit ekki hvort að þessi þáttu koma undan eða ekki, en ég er ekkert svakalega hrifinn af henni. Ég myndi aldrei segja að það var skemmtileg mynd. Ég hef bara svo gaman að... Leiðileg mynd. Þetta er eins og Dunkirk. Ég held að þú hafði mér þess að sagt þetta sko. Ég held að þetta verði, mér minnir og sagt bara, ég held að þetta verði alveg eins og með Dunkirk. Þú ert eftir að elska þetta. Já, ég sá 1917 undan þér og ég sagði við þig, nei þú spurði Eldi, hvernig fannst þér hún? Og ég sagði, þú fílaði Dunkirk og þú átt bátur að fíla þessa. Bara eitthvað ógeðslega flott, innastlítið. Ég er ekkert á móti svona rússíbanarreiðin. Skilja, þetta er bara eins og, þú veist, það er rosa lítil, þú veist, karakterframvinda í þessu. Þú veist, þetta er bara, þú veist bara að upplifa bara svo ég sletti að moment in time. Þú veist bara svolítið að fá dett inn í atburðina hjá þessum manni og já, þetta er bara eins og rússíbana, þetta er bara eins og eitthvað þímparkrætt í rauninni. Þú hefur bara hlust á þáttum með Jónas til þess að vita hvað mér finnst það búin að. Ég kom með svona góða lausn. Ég kom með eitt punkt upp á hvernig hún hefði getið skemmtlegri. Ég hef haft þetta 3 menn. Ekki 2. Já, hann hefði haft, já. Það hefði verið gaman. Alveg klálega. Að þess að þú hefðir, ég hlá stuttlega í þetta því ég er búin að tala um það. En ef þú hefði 3 menn, þá hefði getið haldið döðsfallinu þannig þegar hann deyr, Blake. Og það hefði getið verið eitthvað back and forth. Og þá ertu alltaf með 2 karakter restina myndinni, alltaf meðlutar myndinni, að þið gaur þessi leikur Schofield sem lifur af. Mér finnst það bara ekkert púla að það veri einn allar myndina. Eða setni helmingnum. Ég held að þú getur gert svolítið mikið þar. Ef þú verður með 3, það er kannski verið gaur sem var yfir þeim, kaftið. Þannig að þeir hefur verið svona bara back-up, hann er svona aðalgæn. Svo hann verið drepinn. Og þá þarf þeir svolítið að steppa upp á þeir. Þá er ekki að þróa þeirra samband. Af því að fyrir hlutunum myndinni... Mjög, já. Ég sá það svo eftir þessu strák. Af því að hann er miklu betur en hinn. Mér varst það. Mér varst meira svona aðeins meira persónusköpnum þar. Mér finnst líka leikarinn bara skemmtilegri í heldun þessi leikur Schofield. Maður heldur náttúrulega að hann sé aðalhlutverkið. Já, ég skil okkur í drápan. Þá líka, þá var svona að taka út mannin sem var kortagörinn, taka þann styrk út og þá Schofield sem vildi ekki svona vera þarna, þá þarf hann bara að klára þetta. Ég skil það alveg. En þá er hann einn restina myndinni og er bara eitthvað hafa alltaf talað og mér fannst alltaf ekki spennandi. Þegar ég horfði hann aftur fyrir podcastið, þá var ég bara svona, vá, ok, fyrstu 40 mínútur eru skemmtilegar. Ég var bara, ok, ég er alveg með núna. Svo finn ég bara að vera allt púður í myndinu þegar þetta er drepa Blake. En já, ég vinn þetta líka. Ég er alveg kláraði. Leið og ég segi þessum mynd. Verði þá, Já, ég held það.
Ok, munurinn kannski sá að 1917 meira svona Óskarsverðlaunamynd en þetta bara klikkumynd og ég sagði Brawl in Cell Block 99. Geðveik mynd. Til verður hún ruggluð þegar líður á hana. Já, og hún allan skemmtileg. Og Vince Vaughn, bara hann í þessari mynd, betur en allt 1917. Já, þú vinnur þetta, það rosa erfitt að toppa þessa mynd. Þetta svo skemmtileg mynd. Ég veit hún skemmtileg. Þú veist, vannst þegar þú horfðum á hana saman, hún var bara hvað, þú veist, hún verður alltaf meira fucked up þegar líður á hana. Ég veit það. Og bara hvaða masterpiece eru að horfa. Já, hún byrjar eins og venjuleg mynd og hún endar eins og græntársmynd. Já, einmitt. Þessi leikstur bara svona skemmtilegur. Bone Tomahawk geggjuð. Geðveik. Og ég fílaði Dragged Across Concrete. Horfðu við ekki hana saman líka? Jú. Mér varst hún ógeðslega góð. Já, mér finnst þú geðveik. Og Brawl in Cell Block 99, líka þessi leikstur hann vinnur eitthvað svona keppni, ef það verið keppni, flottustu titlana. Þetta svo geðveiki titlar. Já, einu sem kemist næst honum með svona flotta titla ég myndi að Tarantino. Já, samanlega. Tarantino alltaf svala titla. En þetta er geggjumynd. Brawl in Cell Block 99. Þú kom Vince Vaughn á óvart þegar hann byrjaði að leika svona ekki eitthvað svona auðla eitthvað grímyndum. Já, það er bara djúðlega þetta flottu leikari. Ég var svolítið svona þangað hann var ekki True Detective, fyrsta sinn sem maður sá hann leika einhvern svona... Jú, mér minni það, einhvern svona svalan harðangur. Hann er geðveikur í True Detective. Geðveikur. Og þá bara, hann kom svo rosalega óvart. Maður svo vanur ég fílaði hann eiginlega aldrei. Nei, mér varst hann ekkert fyndin. Nei, og mér varst hann ekki passa í þessi hlutverk sem einhver svona sjarmur, af því hann er ekki hann er ógeðslega stór og hann passar ekki inn í þetta box sem hann búið að setja hann í. Já. Ég svolítið samræða, hann búið að setja hann í þetta grínmyndaboks. Já. Hann var eitthvað með eitthvað svona grínmyndum og hann var ekkert svakalega fyndin. Nei, hann var það ekki. Ég held að þetta séu ógeðslega sjarmennandi gæi og vel liðin í Hollywood og eitthvað, þú veist, og séu örgulega skemmtilegur og fyndin og þess vegna einhvern veginn endar hann hana, ég veit það ekki. En svo er hann bara hann á miklu meira heima í svona alvarlegu adult dóti. Já, ég hef meitt True Detective geggjaður. Svo leika hann þessar mynd og ég hef geðið spenntur að sjá hann í þessari. Það leika eitthvað svona harðan, eitthvað fanga sem bara buffa gauðra í 2 tíma. Mér varst hann algjörlega klikkuð þessu mynd. Ég sá hann með þess að oftar en ég er búin að sjá hana 3 svar. Já, ok. Þessu mynd. Og hún er alveg róla á köflum. Já. Ég man það alveg en það bara kemur svo mikið rugl hann er á milli sem heldur henni gangandi. Var ekki, þú veist, mannstu fólk á að fara að breytast í einhverjum svona gínur í lokin? Já, hann var að buffa einhverju gaur og svo trafka hann á einhverjum hausum og þeir bara springa þessu einhverju dukkum sér. Já, þetta er svolítið skrítið, en hann selur þetta. Já, allan dag. Og hann er bara eitthvað svo ógeðslega harður í henni. Já, ég hugsa ég vinni þetta. Þú vannst þetta. Hvað þú ert komin hérna í... Hvað, getur ekki sett eitthvað svona skori í úrið eða? Er ekki að skrifa á skjáin með penna? Ég er ekki sem með penna með mér. En já, það var nú gaman að sjá hvernig þetta endar á þessum 30 myndum. Það er fullt að góða dóti inn á leiðinni, sko. Já, þér? Já. Ég veit það ekki. Ég er búin að miskila 2 spurningar. A4, þetta byrjar ekki vel. Þú ert 50-50 í þessu. Þetta er bara gott TV. Ég skal velja næst þegar við hittumst, þá hef ég eitthvað svona einfalt, bara eina spurningu. Ég var náttúrulega búin að gera ráð fyrir að fá 30 daga í þetta. Já, mér það er mánuð þess að undirbúa þetta. Ok, á færnum 5. Áfram með þetta. Þá ert þú. Ég er búin að 3 ára af 4. Á jafntefli með Heat 7. Já. Ok. Númer 5 er mynd þar sem einhver karakter er með starf sem þú myndir vilja vinna við. Já. Ætla þú að byrja ég? Þú átt að byrja, en þarna fór ég, mér fannst að þetta að vera A-karakter. Nei, ekki einhver karakter. En það stóð samt. Já. Ef við viljum vera ekki lúsi-gúsi með þetta, þá gerum við þetta eins og þú gerir. En ok, ég skil hvað þú við, ég get sagt það, ég valdi fyrst eina mynd sem ég geggjuð. Svo breytti ég, að ég valdi geggjaðri mynd. Showgirls. Nei. Þá hef ég valið Magic Mike. Strippari. Nei, ég valdi fyrst Misery.
af því að James Caan í þeirri myndi er rithöfundur. Ég hugsaði, já, ég til að vinna við það. Svo hugsaði hvernig fór fyrir honum, ég sagði, Nei, ég reyndi að hugsa það ekkert. Maður þurfti ekki að pæla í því. Nei, svo fyrir alltaf að hugsa það. Bara ok, rithöfundur. En ég hlýti ekki að vala eitthvað misur í Geðvik. En ég hlýti ekki að vala eitthvað svona skemmtlegri mynd. Og ég valdi aðra mynd. Og þar er rithöfundur. Í alveg stóru hlutverki, hann er ekki aðhlutverki. Og það er Sutter Kane í In the Mouth of Madness. Geðveik mynd. Við verðum, Sutter Kane var karakterinn sem var Jörgen Prochnov. Heldur það eitthvað það ekki? Prochnov. Hann leika. Jörgen Prochnov. Já. Hann var Sutter Kane. Og það er alveg bara klikku mynd. Geðveik mynd. Það er djúl. Ég veit ekki hversu oft ég er búin að horfa á þessa mynd. Ég líka. Samíli geðveikur í henni. Geðveikur í henni. Djúl er þetta vannmeti mynd. Hún er það. Og hún er alveg ennþá í dag alveg pínu skeri, finnst mér. Já, hún er bara mjög unsettling. Já, og alveg margt cool í henni. Og hún er líka svolítið skrítin. Já, það er smá David Lynch í henni. Já, en samt ekki, það er ekki bull. Nei, en þetta verður svona, þú veist, hún er surrealist. Af því hún fer í svolítið svona hring. Já, hún er svolítið surrealist, sko. Það er svona, þú veist, það er smá svona David Lynch svona pipar í henni. Já. En hún samt meikar alveg sens þessi mynd. Já, algjörlega. Hún er ekki eins og einn stór draumasena sem meikar ekki sens. Sem meikar ekki sens og er bara eitthvað bull. Já. Nei, hún er ekki þannig. Og líka þetta svo geðveikur titill með In the Mouth of Madness. Já, ég valdi hann, af því að Sutter Kane var rithöfundur. Já, frábært. Og gott val. Þetta er svo geggjum mynd. Það er mitt val fyrir 5. Og ætli ég vinni það líka, hvað ert þú með? Sko, ég er með geggjaða mynd. En starf? Nei, geggjastarf. Var það Men at Work? Var ekki svona rusla kallar? Hefði Wolf of Wall Street? Nei, valdur hana? Nei, enga einn. Okay. Ég haldi Chef, Jon Favreau. Já. Þegar hann, bæði vinnur hann sem bara kokkur náttúrulega, en svo var hann með sér eigin foodtruck. Mér finnst það geðveikt. Ég sá hann aldrei, þannig ég get ekki þetta. Í alvörunni? Þetta er frábær mynd. Mér finnst svo leiðilegt að borða, ég hugsa að mynd sem fjallar bara um kokk. Já. Hún er rosalega hátt skrifuð svona í svona matarperra samfélaginu, af því að hann fór svo langt með að Jon Favreau sem leikstýrir og leikur aðhlutverkið og skrifa hana hann vildi vera með þetta eins ríl og hann gæti, þú veist, ekki þetta þú veist, hann vildi negla alltaf taktana, skilur, hvernig hegða kokka sig, hvernig nálgast er mat og skilur, hvernig er þetta því hann er rosalega matarkall. Okay. Hann er líka með þess að þætti á Netflix með Roy Choi sem hann var advisorinn hans að myndinni hann og Roy Choi sem er svona götumats legend úr LA urðu rosa miklu vinir af því að Jon Favreau nálgæðist hann og baði hann að svona, þú veist, sína honum taktana og hvernig myndi ekta kokkur gera þetta og þú veist þannig að en ekki miskefni, ég var að djóka með mér langar alveg að sjá hana. Já, ég veit. Ég held að þetta sé alveg fín mynd. Hún fekk alveg fínu dóma. Já, bara mjög fínu dóma. Er Scarlett Johansson í? Vá, ég man það ekki. Ég man bara núna eftir John Leguizamo og honum. Var það ScarJo? Ef hún er í þá er ég komið ástætt að tjekka hana. Nei, ok. En þú kannski myndi vinna þetta. Þú ert búin að svolítið rökst þegar af hverju valdi Chef. En þú ert svolítið búin að segja báðar, þannig að það er spurning að þú myndi segja. Ég ætla að segja Chef því ég verða að fá einhver stík. Já, þyrfti mér eitthvað svona dómara. Já. En ég ætla að gera eitthvað svona aftur svona, þá ætla ég að semja. Það verður samt skemmtilegt að þú myndir gera svona lista. Smá svona, geti verið styttra. Já, ég sá fyrir mig kannski 15 myndir eða eitthvað og þá var kannski gaman að fá þig og einhvern annan. Já, fá smá svona. Þá getur 3 rætt þetta. Já. Ég mæli með henni. Já, ég er alveg til að sjá hana. Þeir sem eru með þætti, eins og ég segja á Netflix núna, sem er ókslega skemmtilegir, sem er fáfullt af Sam Raimi kemur og kokka eitthvað? Já, það eru kokka. Og þetta er ekki svona yfirborðskendir kokkaþættir, heldur er þetta bara, þetta er svona, hvað ég segja, þetta er bara, þú ert að horfa og bara, menn bara elda eitthvað næst mat og tala saman um mat og þetta er allt eitthvað svo effortless og mikil matarást. Hvað heita þessu? Chef Show. Chef Show, á Netflix? Ok. Ekta fyrir þig. Hljómar þetta ekki ekta fyrir mig, en ok. Ég meira setja þetta út í kosmosin fyrir aðra. Ég skilji. Ok, fyrir með nummer 6.
Ég ætla að giska hvað valdur þar. Ég held ekki að valda rétt að mynd. Hvað segir þig, Tracy? Og ég held að þú náður ekki að velja að giska á mína mynd. Þú veist ekki verið að ná þessu. Ok, númer 6. Það er tilbúin. Hvað heldur það að vera hjá mér? Þú segja fyrst hvað þetta er. Ég er með 2 myndir í slass. Ég er samt búin að það er eina sem ég ætla að velja og eftir að koma þér óvart. Ok. Já, þetta er sérst uppáhalds teiknimyndin. Þú átt að svara núna, það ekki? Þetta er allt hver rugl. Já, ég á að svara núna. Þú átt að svara núna, en ég ætla að giska. Giskaði? Toy Story. Toy Story? Já. Vá, nei, ég hef segið ekki hana. Ekki varst þú að hugsa um okkur anime mynd? Nei. Ég fatt að það ekki eins og því. Nei, ég reyndar fyrir sko, já, ég fatt að það ekki heldur. Ekkert að velja eitthvað svona Lion King. Nei, ég var næst í búin að velja hana, svo hugsaði nei, ég ætla að velja aðra, sem ég er nýbúin að horfa á upp á nýtt. En Lion King er samt geðvig, ég er ekki dröllið að það. Hún á fastan sessjó manni. Já, þetta er bara ef þú vil svara þessu, ef þú vil sagt ég var Lion King, þá er svona típis svar, eins og þegar fólk á spurt fyrir 20 ára síðan, hver upp á sjónvastöðurinn? Friends. Já, ég veit það, þess vegna hætti ég við það. Ég sett hana samt, ég setti 2 myndir hana, en Lion King er náttúrulega bara geðmynd. En ég ákvað, ég komst að svipara niðurstöðu þú. Það er bara ekkert spennandi svar. Nei, svar. Þannig að Coraline. Í alvörunni? Já, ég horfði á hana aftur daginn, djöfull fannst mér gaman að það. What? Ég er búin að sjá hana. Já. Ég myndi aldrei, ég geti nefnt svona 100 teiknimyndir sem er betur en Coraline. Já, mér finnst það geðvik. Ég elskaði Ok, hvað er þetta betri? Hún eða Nightmare Before Christmas? Ég fór að koma svo mikið leið á henni. Nei, ekki segja þetta. Ég er búin að nauðta henni. Já, það þýr ekki hana. Já, þú veist, fyrir 10 árum hefði ég örugglega bara sett hana alltaf. Ég er bara búin að horfa á hann svo oft, ég kom svo mikið ógeð á henni. En ein spurning með Coraline. Er þetta 100% teikna? Er þetta ekkert eitthvað stop motion dæmi? Þetta er stop motion. Ég ætla samt að leyfa mér að setja það í... Þú svindlaði svolítið hana. Er það samt? Ég get toppað þig. En byrju, ég verði að koma eitt honorable mention. Kubo and the 6 strings. Hvað er það? Ertu ekki búin að sjá Kubo? Ertu ekki búin að sjá Kubo? Get nextlega. Ég held að vera svona kvikmyndur nörd, ertu ekki búin að sjá hana? Þetta er önnur stop motion mynd, þannig að gerist þú samurai tímanum. Vá, þannig að ég ætla að finna hana betur fyrir það eftir og... Ef ég bara hætti að taka upp þáttinu og ég fyrir að horfa hana. Ég bara, ef ég setja pásu, það er 12 Nei, ég mæli með henni. Kubo, er það K-U-B-O? Já. Já, ok, ég hef séð það titil, en ég hef ekki séð hana. Bara tjekka á henni, þú ætti eftir að fíla hana. Ég bara geta eiginlega að lofa því. En mér varst bara eitt í Coraline, mér varst reynda cool, voru ekki mjög svona tölur fyrir augu, eða eitthvað. Mér varst það töf, en mér myndi hún hafa ekkert verið skemmtileg. Jú, hún er nefnilega svolítið skemmtileg. Ég var ég fílaði hana mjög vel þegar ég sá hana fyrst og hvað, það eru 3-4 mánuðir síðan ég horfði hana aftur og ég var bara gýri heima hjá mér, með svona geðvik bara svona bara ótrúlega góð upplifun. Þetta er svona færið mann svolítið aftur í svona barnagýri. Já, barnagýri, svona þegar maður var, þú veist, lesa einhverja ævintýrabækur og þetta var eitthvað, hún bara næri einhvern veginn að fanga eitthvað andrúmsloft sem minnir mann á þegar maður var lítill og allt var eitthvað spennandi. Ok. Þetta gefur hann séns, já hann á Blu-ray. Já, tjekk. Kift hann eitthvað séðan. Kíkt á hann, hún er nefnilega, hún er góð, hún er frábær. Því ég elskar Nightmare Before Christmas. Þetta er ekki sem leikstur. Ok. Ég valdi sem uppáhalds teiknumynd. Getur þú giskað á mína? Það er ekki Nightmare Before Christmas. Nei, mér finnst það er líka bóringsvar. Það er bóringsvar, ég er samanlega. Ég held að þú getur aldrei giskað á þetta. Þetta er samt alveg fræg mynd. Hvað er ég langan tíma? 40 myndur. Ég ætla ekki að reyna. Ok, þá ég bara segja það. Ég valdi Ratatouille. Nei, hún er geggjuð. Mér finnst það geðveik mynd. Já, hún er frábær, ótrúlega velhæfnið. Geðveik mynd. Ég maður þegar ég sá hana fyrst, ég var bara svona einhverja rottu, reynir einhver kokkur. Og ég var ekki alveg keypt seldur á þessa mynd. Og svo sá ég hana og ég var bara eitthvað djúlda ógeðslega góð mynd. Já. Hún er bara geðveik. Já, geðveik. Ég sá svolítið skemmtilegt á netinu daginn Ratatouille hvað hún er öll þessi litlu smáatriði sem er svo velgerð. Alltaf Pixar eru rugglaðir. Og Brad Bird gerir þessa, minnum mig. Já, er það ekki? Já, minnum það.
það alls konar lítið smáatrið eins og hún þarna franska kokkurinn. Aðstofkokkurinn. Var hún ekki eitthvað svona sous-chef? Nei, hún var headchef. Nei, hún var headchef. Hann var sous-chef, gæinn. Já. Hún sér það stundum, sko, hún er með svona brunasár hér og þar á höndunum sem er á réttum stöðum með hvar kokkar er oft með brunasár og það eru blettir á brettunum sem eru svona þetta er allt gett svona realistik hvernig eldhús eru unnin og hvernig þetta er ekki bara, teiknum eldhús og setjum eitthvað hér og þú veist, þeir hugsuðu alveg út í alls konar hluti, hvernig þau vinna í eldhúsinu, þetta er allt alveg ekta og... Mér varst líka, það sem er töff við Ratatouille og margar af þessum Pixar-myndir sérstaklega, er að þeir ekkert að hugsa að gera bara teiknumynd, þeir hugsa bara að gera góða mynd, sem vil svo til að teiknumynd. Algjörlega. Og það er svolítið eins og Studio Ghibli. Já, einmitt. Að gera bara góða mynd sem er teiknuð. Og eins og Ratatouille, hún er ógeðslega vel skrifuð, ógeðslega vel leikinn, skemmtilega persónur, mikið lagt í það og ástæðan þykir mjög vænt þessa mynd er einmitt þetta elta draumana eina. Já. Og Rottan, sem þau ekki Remi. Jú. Hann vildi vera kokkur. Hann er svo mikið áhuga á því. Já. Og ég veit ekki, mér finnst það bara geggjumynd. Já, bara geðvægt. Bara fylgdu draumunum og hana íttu á þá. Já, skilur. Algjörlega. Mér finnst það geðvægt. En svo er ein önnur. Varst þú með Honorable Mentions líka? Já, ég svindlaði stundum. Já. En það er eitt flokkur það sem ég er með 2 myndir og ég ætla ekki að velja milli þeirra. Og það er líka svindl, ég veit það. Ég ætla samt að segja það eftir. En ég valdi Ratatouille. Ég vinn þann flokk automatically, bara að segja það. Þú? Það þú ætlar að svindla. Nei, þú ætlar að heyra. Ég er mjög góð rauk fyrir því. Ok, ég var svona alvarlega pæli að velja eina aðra mynd, teiknumynd, sem að, ég veit þetta er uppáhaldsteiknum þín, en ég á enga uppáhaldsteiknumynd. Þannig ég hugsaði mér, hvaða mynd hafði mikil áhrif á mig, sem kom mér rosalega óvart. Ratatouille er eina af þeim. Það var svo 2 myndir. Og ég setti Ratatouille af því að mér finnst það betri mynd og því sá hana undan henni. Okay. Hinn var Frozen. Er það? Já. Mér finnst hún geggjuð. Já, ég var aldrei náðu svo heipi. Nei, þegar ég sá hana alltaf seint. Það var allir búin eitthvað, þetta er geggjumynd og allir bara í heiminu búin að sjá hana. Og ég var bara að hugsa að þetta er eitthvað algjör kjafta. Já, ég skal tjekka hann. Og ég horfði hann eitt kvöldið. Og ég var bara eitthvað, mér finnst það bara geðveik. Geggi tónlistinni, mér finnst lögin geðveik, mér finnst það skemmtileg, mér finnst falleg boðskapur í henni, mér finnst það húslega góðar, Elsa og Anna, heitir hún ekki Anna? Jú. Þannig ég var svona alvarlega að pæli að velja hana, sem hefur svolítið skemmtilegt þegar maður myndi setja hana, eins og með lista minn, setja hana milli In the Mouth of Madness og svo myndin sem kemur nummer 7 hjá mér. Já. Það verður svona skemmtilegt, kannski heyra það eftir hvað ég valdi. En ég ætla að halda mig við Ratatouille og ég vinn þetta. Það er það ekki. Hvað, getur Ég ætla að taka þetta stið til mín, sko. Þú ætlar ekki að gefa þig þarna? Nei, ég ætla ekki að gefa mig. Okay. Ég var það ánægð með Coraline. Ok, ég þarf endur að sjá hann aftur. Já. En við skulum bara kalla það jafntefli. Já, þetta er jafntefli. Ok, jafntefli. Það var nummer 7. Hvað er staðan þá? Ég ætla ekki að búta keppni. Nei, en ég meina þú. Það er svo skemmt. Þú byrjaði þetta. Ég kom með 1, 2, 3. Nei, fyrir ekki. 1, 3. 3. Þú 3. Ok, jafntefli. Þú sagði chef en ekki Mouth of Madness. Já. Ok, jafntefli. Númer 7. Mynd sem þú munt aldrei fá leið á. Það var svona 1000 myndir sem kom Já, það er fyrst aðeim. Já. Áttu ekki svara fyrst núna? Nei, þú. Ég var svara fyrst. Það var líka nokkur sem kom til að greina hana. Já, fyrsta myndi. En það var eins ég bara eitthvað, ok, ég verði að setja þessa mynd. Hún verður að vera á svona lista, þó ég þurfa að tróða henni stöðurinn. Og það er mynd ég búin að sjá miljónsinnum. Hún er ógeðslega skemmtileg, ennþá töff, eldist vel og það er Predator. Það var henni geðveik. Það er svo tröflu mynd. Já, ég vinn þetta samt. Nei, þú ert að koma með eitthvað svakalegt. Tölum bara þetta. Klárum bara þess að tala um þessa myndina.
Herðu, þú ert ekki að toppa Predator. Jú, ég að fara að toppa Predator. Þú ert með Arnold Schwarzenegger. Prime Arnold Schwarzenegger. Hefði getað verið með Van Damme, varst það ekki? Já, Van Damme átt að leika Predatorn í einhverju glötuðum búning. Alveg rétt, það var hræðilegt. Já, skelfilegt. Ég sá þeir tók eitthvað upp með þessu drastlbúning. Já, ég sé einhverja myndir á þessu, þetta var skelfilegt. Þetta var svona eins og Lizardman úr já, einmitt. Svona stór patta. Já, úr svona Harry, hvað heit hann? Harry... Nei, var það ekki Ray Harryhausen? Jú, Ray Harryhausen, já. Það? Jú, eitthvað. Roy Harryhausen. Eitthvað, allan að gæn sem að gera Clash of the Titans gamla myndinar. Gamla dóti. Já, svona þannig væp, svona Gorgon úr þeirri myndi. Já, eitthvað kjaftaði. Já, ég er svo fegin að föttu að þetta var ömulegt. Ömuleg geimur í heim. Og fengur bara staðan Winston til þess að gera Predatorn. Hann kom með þess að geðveiku hönnun. Þetta er bara rosalegt upgrade. Þess að svöl geimura. Og veistu hvað samt? Þetta ósvalasta sem ég hef séð. Það er fólk sem hjólar með Predator-hjálmin. Ég verið að sé það. Ha? Bara svona reiðhjálm? Bara út í bæ með Predator-hjálm? Já. Ekki með dredda líka? Jú, með dreddana. Ég er ekki að djóka. En kofur það líka alveg andlið? Er það bara gríman hans? Þetta er bara reiðhjólahjálmur. Þetta er samt fyrir... Já, en þetta fyrir ekki fyrir augu? Jú, þetta á sko að vera mótorhjólahjálmur, en sumir nota þetta sem reiðhjólahjálm. Jesús Kristur, það er hræðilegt. Það er ekki töff. Nei, það er bara andstæðan við það. Hvort er verra, fólk sem gerir það, sem hjóla með Predator-hjálmin, eða gaurar sem er í sportdrekajakka eins og Gosling í Drive. Hvort er lúðalega? Sýtt að einhver sé ennþá í dag í Drive-jakkanum sínum. Það var svona pop-up á Facebook hjá manni á sínum tíma. Svona targeted ads. Það var alltaf verið að selja svona jakka. En hversu vængið það að vera? Það að kaupa hann og fara í hann. Já, það er eitt að kaupa hann. Eiga hann fyrir hann Halloween eða eitthvað. Já, eiga hann eitthvað svona til í skápnum. Ég ætla svo Scream búningin, ég geng ekki í honum. Kannski ekki alveg það sama. Ekki vitandi þér að? Nei, kannski ekki alveg það sama. En já, það er ógeðslega löðalegt. Já, Predator, þetta er svo klikkumynd, geðvik aksjónadreini. Getur endast kvótað þessa mynd. Eina sögulegustu geimveru allan tíma. Ef ekki svalasta. Endinu klikkaður. Eldist vel. Allt svo harði gaurur í henni. Þetta er bara svona ultimate, finnst mér svona manly team-up mynd, einhver. Svona men on a mission. Já, einmitt, já. Og svo það, já, einmitt. Þeir hittast og eru svo massaðir, ég er ekkert svipaður og ég veit það var tekið nokkra armbyggir á þeir tókið já, þeir voru verið að pumpa svolítið vel fyrir þetta atrið, þeir eru að springa. Þetta var allt einhverja alfa-gaurar, allir eitthvað að potta pumpa á þeir taka upp, tóku batrið. Og svo sem Jesse Ventura líka. Ég held þessi fyrsta myndin, það er svona minigun, bara svona handheld. Þetta er byssa sem á að vera á einhverjum þyrlum og einhverju. Og Jesse Ventura á bara að labba með hann í gegnum frumskó. Upp á þess atriði mitt sendið þeirri mynd. Þetta er allt í henni geðveikt. Upp á þess atriði mitt. Var ég búin að segja þetta, ekki? Örugglega, segja þetta. Það er þegar hann er drepinn. Jesse Ventura. Og Bill Duke kemur. Vinur hans. Svarta gaurinn. Hann sér hann deyja. Hann bara hleypur til hans. Predatorn ekki á rétt hjá. Hann er lósynlur, maður sér hann ekki alveg. Hann tekur upp mínigunni og byrjar bara að skjóta allan skóginn. Já. En það sem gerir þetta aðrið ennþá svalara, það er alltaf svalt út af fyrir sig. Það sem gerir ennþá svalara er að vinir hans Schwarzenegger allir þeir. Já, þeir byrja að skjóta með honum. Þeir koma bara og byrja bara að skjóta eitthvað. Þeir veit ekkert hvað er að gerast. Þeir veit ekkert hvað er að gerast. Þeir séu engan óvinn. Þeir byrja bara að skjóta og svo það sem gerir svo aðrið. Hálfur skógur í fellu. Já, og það sem gerir þetta ennþá svalara er að þeir hlaða og halda áfram. Þeir fari gegn einhver magasín og það er svo geðveikt atrið. Ég held ég myndi setja það alveg mjög ofalega hjá mér, bara svölustu atrið allar tíma. Og svo fer eitthvað svona gaur út í skóginn og hann segir bara we hit nothing. Þeir hindar hitt hann. Bildung náða að særa Predatorinn. En það er bara svo ógeðslega cool atrið. Þannig að bara það atrið er pottet svalari myndir sem þú valdir. Hvað ert þú með? Mynd sem mynd aldrei fór leið á?
Þú getur alveg þess að giska það alltaf, sko. Já, ég veit hvað þetta er. Fight Club. Ok, hún er undir geðveik. Þetta er strax, ég ætla að segja strax, þetta er jafntefli. Ástæðan fyrir þetta jafntefli, og ég er bara búin að ákveða það, ástæðan fyrir jafntefli er að Fight Club er geðveik. Það er 10 af 10. Já, en Predator er það líka. Já. Það eru svo allt og ólíkar að Fight Club er geðveik. Ég fór inn í þetta innvíði samt alveg áhyggjulaus af því það er ekkert að toppar engin Fight Club. Ég veit þetta er svolítið, þú veist, það var rosa cool að fíla Fight Club. Það svo? Mér fannst það ekki. Það var það. Það var einhvern veginn, jú. Ég meina að setna, ekki til að koma út. Nei, þetta var svolítið svona douchey að fíla Fight Club. Tengir ekki við þetta? Ertu talað þegar hún kom út? Nei, svona setna meir. Já. Ég maður þegar ég sá hana fyrst, ég var einhvern veginn, þú fílaði hana bara frá byrjunum minni, bara strax. Ég var blown away þegar ég sá þessa mynd, sko. Þegar ég man, þú veist, það kemur spurning á eftir. Er ekki 99? 98, 99, jú. Það kemur spurning á eftir sem að ég hefði viljað setja Fight Club í. Þannig að því að, já, ég man bara, þú veist, þessi regla með ekki setja myndir tvisvar. Það var svo leiðilt að vera með Fight Club bara allar. Fight Club. Já, ég skilja, en hún hefði átt heima í öðru svaraðan líka, en ég ákvaða að nota hana hér. Okay. Ég gleym ekki þegar ég fekk þessa mynd og sett hann í gang og hún byrjar. Þú sást hann í bíó, eða ekki? Nei, ég sá hann fór spólu. Bara leiðum hún kom út á spólu. Það var í gamla dag og pantaði hann í bónusvídeó. Ok. Fekk hana, ég horfði á hana miðjan dag, hvort ég skrópaði í skólanum eða eitthvað, ég man það ekki. Ég horfði á hana miðjan dag, ég man það heim upp í Hólum. Og maður kveikir á henni og hún byrja strax með þessu þemaleginu. Það er geðveikt. Og bara, ég var sóld bara frá fyrstu mínútu, svo náttúrulega bara ég þokkabútur þetta geðveik mynd. Svo las ég bókina og ég var alveg fanatískur aðdáðandi að þessu. Alveg rétt. Hún náttúrulega er með einn af uppáhaldsleikurunum mínum, þetta er uppáhaldsleikstjórum minn, þetta er geðveikt saga, þetta er geðveikt soundtrack. Og þeir eru svo geðveikir í henni líka, bæði Norton og Brad Pitt. Já, bara algjörlega, og hún, hún er geðveikir. Hún er fucking svöl. Karakterinn hennar er ógeðslega svöl. Hún var alltaf, þú veist, hún er alltaf að segja eitthvað ógeð í þessari mynd, og hún var alltaf að atlipa það. Já, þetta var svona bara eitthvað hennar improv. I haven't been fucked like that since grade school. Já, það var ekki handið. Fólk var bara eitthvað á settinu. Hún finnst ég bara að höldum þessu hundinni. Já, hún er heldur góð. Ég har alveg rétt sér. Ég skammast mín hafa ekki nefnt hann líka bara með þeim tveimur, því að þegar ég horfa aftur á þessu mynd, þá er ég bara eitthvað, vá, djöðli er hún ógeðslega góð í því. Þeir eru svo áberandi þeir tveir. Já, hún er rosalega góð. Já, hún er geðveikin. Þannig að hugsaði bara hvað finnst sér, þú veist, bara til að aðeins að gefa hún smá rósi hattin fyrir skelfilu Benjamin Button. Hann er búin að gera margar góða myndir. Já. Hvað hann er svakalegu leikstjóri. Já, hann er geðveikur. Þannig að, já, Fight Club, bara ég get hort hann aftur og aftur. Og Fight Club er eina af þessum myndum, ég hef sagt þetta einhvern veginn áður, alltaf þegar ég tala hana, og langum að horfa á hana. Þetta er eina af þeim myndum. Já. Það er eitthvað svo ógeðslega töff tónlist í því. Já, það gerir rosalega mikið fyrir hann samtali. Hugsaður, þetta var þetta ekki bara eitt af fyrst skiptunum sem að það fengur hljómsveit í rauninni til tónlistamenn til að gera, eða já, þú veist, ekki kvikmyndartónskáld til að gera tónlistina. Af svona, þú veist, úr sem sagt, hvað segja, úr svona ég veit þetta er ekki poptónlist, en úr svona dægur tónlistar geiranum, þetta er náttúrulega raftónlistamenn. Já, voru þetta ekki Dust Brothers? Það hafa verið nokkra myndir, þeir geruðu Fight Club, svo Chemical Brothers geruðu Hannah, Massive Attack geruðu fyrir Danny the Dog, sem er klikka soundtrack, eða skor. Já, geðveikt. Og svo var ekki Daft Punk sem geruðu fyrir Tron Legacy. Jú. Ég er að gleyma ykkur, held ég. Já, við erum að glemja ykkur. Við hana M83 gerðu fyrir Oblivion. Það er fransk raftónlistarsveit. Ég myndi ekki því. En það er allavega, þegar svona hljómsveit að gera, þá er það alltaf bara ógeðslega töff. Já, algjörlega. Ég meina,
Sjáðu líka bara eins og þegar Trent Reznor og Atticus Ross var að gera kvikmyndatónlist. Já, það er ekki að geðveika tónlist. Geðveika tónlist, þú kemur allt öðruvísi inn í þetta. Já. Kemur með einhvern allt öðruvísi hugmyndir og áherslur og þetta verður eitthvað svo ferskt. Ég átti Fight Club soundtrackið á geisladisk. Það átti bara heima í diskmannum mínum alveg heilengi. Já, ég hlusta við á það bara reglulega á Spotify. Já, þetta er bara mjög gott soundtrack. Já, þetta er bara góð plata, bara þegar þú tekur þetta bara frá sem kvikmyndatónlist, það er bara góð plata. Hugsaðu var sem tónlist, bræðilega tónlist. Já, mér finnst þeir með þeir sem gerir tónlistana fyrir myndina, mér finnst þeir alveg jafn mikilvægir eins og leikstjórinn og leikarnir. Það er bara þessi heild sem Fight Club er svo klikkuð. Þannig að já, ég myndi alveg klálega að gefa það. Hvað eru búin lengi? Hvað klukkar? Hvað eru búin lengi? Sérðu það á þessu Dick Tracy úri? 10 mínútur í 9. Hvernig byrjuðu við? Já, ok. Við erum kannski frá þess að ræðar yfir. Já, Jesús. Nei, ok. Verður þetta two-part eða? Nei. Ég veit náðu því ekki. Nei. Það er áfram. Það fyrir bara áfram með þetta. Nú er ég... Svo fyrir alveg hraðar kannski. Svo Fight Club og Predator, við verðum að tala um það. Já. Ok. Það er fullt af myndum sem við þurfum ekkert að tala mikið um. Það er mín megin, sko. Svo sem að drasslmyndir sér til að tala um. Ok. Númer 8. Mynd þar sem þú fílaðir henni soundtrackið eða skorið meir en sjálfa myndina. Þú átt að byrja þannig ekki? Ég var ekkert smá lengi að hugsa um þetta. Ég var ekki að ströggla þetta. Svo kom þetta allt í hennu. Og bara var svona, wow, okkur... En þú getur þess ekki að velja Fight Club af því finnst myndin sjálf geðveik. Já, algjörlega. Þetta er eitthvað svo fíla skorið en ekki beint myndinu sjálfa. En ég er með góða mynd samt. Spawn. Já, Spawn. Það er geðveik lög í henni. Skelvileg mynd. Já, ég mun samt að ég elska Michael J. White. Þá, já, ok. Ég geði það. Já, þetta er ekki góð mynd. Líka eins og maður horfður hún í dag. Já, hún ertu bara að sjá. Það er ræðilega. En búningur er svona töff. Búningur er töff. Já. En það kaupir hann ekki greið, sko. Nei, hún drasl. Ok. Það sé hvað ég valdi. Þú vinnur, ég ætla að segja strax, þú vinnur þetta. Ok, nice. Er ég komin í yfir þá? Já, ég reyndar það. Hver til stígin, þurfum ekki að gera það. Ok, ég var með. Þetta er mynd sem að, hún er ekkert hræðileg. Hún hefði ekkert verið geðveik. En tónlistin er trufluð inni. Ég valdi skor. Ég ætlaði fyrst að velja mitt soundtrack og valdi ég skor. Við vorum samanlega það að mætti alveg gera það. Já, algjörlega. Ég valdi Man of Steel. Mér finnst tónlistin hérna í klikkuð. En myndin sjálf er ekkert spes. Hún hefði ekkert verið geðveik, hún er ekki geðveik. En ég get ekkert sett út á tónlistuna. Mér finnst hún geðveik í henni. Þannig ég gerir Man of Steel. Þú vinnur þetta. Já, nice. Förum bara aðeins hraðir, eða förum bara, höldum við að hrætti yfir, förum nummer 9 og ég byrja að svara þessu. Þetta er mynd sem þú hatar en allir aðrir elska. Ég þurfti aðeins hugsa þetta. Ég átti mjög erfitt með þetta. Já, það segja það bara strax. Ég líka. Og mér er alltaf datt ekkert svona strax í hug. Ég var ekkert eitthvað að googla þetta í einhverja daga. Ég er bara fyrst datt í hug. Ég meira þess að ekkert það ánæði með svarið mitt, sko. Nei. Þetta svar sem ég er með, ég er að hata þessa mynd. Mér finnst hún glötuð. Það er fullt af fólki sem elskar hana. Ég skil bara ekki. En það er samt alveg margir sem fíla hann ekki. Þannig það er ekki það stendur sem allir aðrir elska. Þannig að það var svolítið erfitt fyrir að velja það. Það er það sem að svolítið gerir þetta svona erfitt. Það er fullt af myndir sem ég hata bara óendanlega mikið. En svo kannski hata aðra líka. Já, langt flestir hata, allavega helmingurinn og fólkinu hata það líka. Ok, það er spenntur að hérna svara mitt. Mjög. The Last Jedi. Ok. Star Wars ógeð. Já. Hún er ömuleg. Já, hún er ömuleg. Og þeir sem að fíla hana er að segja eitthvað Ryan Johnson. Já. Hann kom með eitthvað nýtt í, þetta er svo leiðileg mynd. Já. Hún er hundleðileg. Þetta er gott svar. Þetta er mjög gott svar. Já, þetta er ógeðsleg mynd. Þú vinnur þetta, sko. Vinnir þetta? Já, þú vinnur þetta. Ok. Förum bara áfram. Er þetta ekki svolítið samanlega? Þetta er ömuleg mynd. Þetta er bara glötu mynd. Hann eyðilaði Star Wars. Og meira segja, það var eina sem að mér fannst gott við þessa mynd var bardagatriði með Kylo og henni í á móti sem vörðum hann. Svo er búið að skemma það fyrir mér
að því ég var að horfa á YouTube-sería sem ég horfa stelta á þar sem að það er svona digital fyrirtæki í LA sem heitir Corridor Digital þeir eru með sería á YouTube sem heitir Stuntmen React og þá fá þeir til sín stuntmenn alls konar stuntgæja og bara menn og konur úr Hollywood og til þess að langt frá mæknum þeir eru þetta? Nei, ég er alveg viljið sem að koma þau horfa á klippur og myndum og bara horfa á gamla Jackie Chan klippur og nýja klippur og eru bara svona að tala út frá eigin reynslu bara, vá, þetta verður klikkað og þetta hættulegt, vá, hvað þetta var lélegt þú veist bara, mjög skemmtilegt og þau horfa á þetta Star Wars atriði og þeir eru að hlæja að því, ég tók ekki eftir þessu fyrir þau bent á þetta að gæjanir fyrir aftan þeir eru alltaf bara eitthvað að dansa þetta er svona eins og í Hongkong-myndunum gömlu þar sem þeir eru alltaf að bíða eftir að komast það er eitthvað bara svona í bakgrunnum en þeir eru bara eitthvað að gera eitthvað svona eitthvað tricks og eitthvað og þetta er svo áberðið þegar maður sér þetta að þetta er að vera einhver geðugur elite guards og þeir eru bara eitthvað að dansa þetta er gaurnir rauðubúnum þannig að það skemmti það atriði fyrir mig líka en ég er reyndar ekki búin að sjá þess mynd aftur og mun aldrei á æfum minni að horfa á þess mynd aftur ég sá hann alltaf bara einu svona, ég myndi bara eftir hvað með þetta cool já, þetta var alveg töff atriði en svo er það ekki cool mynd nei, hvað sem svo er það ekki cool nei það besta við myndina fjall sjálft sig, skilur við, að maður myndi skoða aftur ég veit ekki hvort ég hati hana meira eða Rise of Skywalker, það er alltaf algjört rusl líka ég hata báðar, má ég bæta við henni líka setja það bara tvær reyðilegu Star Wars, nú bara hvíla Star Wars bara í mörg ár já algjörlega, allan í þessu formi já ég er endur ánægð með Mandalorian að mestu já, það var alveg töff það er eitthvað sjónvarpsþættir og gendast þetta Skywalker dot eða það koma samt einhverjir úr gömlu sögun inn í seríu 2 eða búið að tala ég fyrir ekki alveg Mandalorian hver er þín mynd? Sko, ég átti mynd sem þú hata sem allir aðra elska já, ég átti, sko það sem að gera þetta svona erfitt var það að ég hata þessar myndir ekki, mér finnst það bara ekki sko, ég setti tværinn ég setti Pacific Rim ég hata hann ekkert, mér finnst þetta bara ekkert góð mynd finnst þetta bara alls ekki góð mynd ég horfði á hann aftur, ég reyndi að gefa henni séns í daginn og hún er glöt þetta er glötu mynd ég er ekki sammála ég veit náttúrulega að þú fílar hana mjög vel nei, ok, ekki eitthvað mjög vel þetta er ekki Predator, en þetta er glötu mynd þú ert ekkert samt að vera að setja hann í hliðin á Last Jedi nei, ég veit það, en þú veist ég skil hvað við, hún er svona barnaleg málega er að Guillermo del Toro bara sorry, þú ætli að segja þetta í beinni útsendingu þetta er einn ofmennastu leikstjóri já, bara djöfull er hann að kósta á pans hún er geðveik já, geðveik mynd, hann kostar á henni já, og þessi nördar það er svo mikið nördar sem fílan það er einhvern veginn þegar hann er einn af okkur já, það er einhvern veginn þegar þú kemst einhvern veginn inn í einhverja upp á einhvern stall þá ertu bara untouchable já, allt sem hann gerir bara frábært ég skeitir svo Crimson Peak og bara hvað hann var leðilegmaður já, hann er ekki búin að gera góða mynd nei, og líka, þú talar um að reyna að horfa á Pacific Rim, náður að klára hana nei, mér finnst þetta alveg fín að það er bara því að það er stór velmenni í henni og stundum er bara mjög einfaldur en svo reyndi ég að horfa á Pacific Rim 2 daginn kort er inn í hann hann endur gerði hann ekki nei, ég veit að bara þessi fokkin heimur já, þetta er glataður heimur, ég er alveg samanlega þar en mér var svona fyrsta skemmtilega, 2 ræðileg og hann fokkin, hann Jax, ég gleym alltaf hvað hann heitir Charlie Hunnam, hann er svo lélur í þessar mynd hann er bara lélur leikari hann er alltaf bara Jax Teller já, hann er bara góður sem þannig gaur og svo bara búið svo alltaf hann að tróða inn á okkur nei, hann er alvöru leading man hann er það ekkert já, hann er glataður leikari, heldur þessi ekki að töff hann er ekki töff ég reyndi að horfa aftur á Hellboy þær eru já, þær eru glatar, ég reyndi að horfa aftur á nummer 2, Golden Army djöfull er hún leiðileg þær eru bara svo pall já, mér fannst, þú veist mannstu þegar við sáum þær, mann fannst þetta alveg skemmtilegt við svona okkur fannst þær aldrei geðveikar nei, mann fannst þetta skemmtilegt 2 var skárun en fyrsta ég reyndi að horfa á fyrstu aftur já, ég er ekki búin að þetta er umulig mynd ég getar ekki ég veit að þú fílar ekki Pacific Rim ég finnst að frekar horfa hana 10 sinum heldur já, ég get eða alveg samanlega það eru umulegar þannig að þá er ekkert margar eftir sem þessi gaur hefur gert sem er sko góða bara panslag reyndar fíla í Blade 2
ég horfði á hana aftur daginn. Já, ekki segja neitt slæmt. Ég gafst upp á henni. Ég held hún lifi í einhverjum svona fornum ljóma hjá þér. Já, það svolítið síðan sána. Geðveikt soundtrack. Ég var næstu búin að setja það soundtrack í... Já, það bara eitt lag að eigin stæði með Massive Attack og var ekki Mos Def. Það fólk klikkað. Það betur en öll myndin. Já. En já... Ég hlusta á það í 90 myndur og skemmt mig betur en að horfa myndin. Það er að horfa Blade 2 en Blade 1 er fokkin dröfnum. Já, okay. Stephen Dorff maður. Hann er geðveikur. Ok, mynd sem hattar sem allar aðra. Við erum búin með það bara. Það eru fyrir bara næsta. Tilbúin. Erst þú bara í Dick Tracy-úrinu? Skoða listan. Ég er Snake. Snake, þetta var ömult jók. Ok, númer 10. Uppáhalds ofurhetju myndi. Nú þú að byrja. Guardians of the Galaxy. Aha. Já, ég fór út á þetta. Þú veist, þegar ég svara svona dótið, þá fer ég svo eftir hvað langum að horfa á núna. Af öllum þessum myndum, hvað myndi langar til að horfa á núna. Aha. Ok. Ég skemmti mér. Drekka rekst í mæk. Það er alltaf, ég er alltaf rekst í hennar. Já. Guardians of the Galaxy. Ég meina, þú veist, það er til... En hún er góð, ekki miskjum. Já, það er alveg til betri myndir, eins og ég veit að þú myndir setja Captain America the Winter Soldier fyrir ofan hana. Já, miklu betri mynd, en ég sett hana samt ekki. Já, ég mynd þig samt í þessu. Var ekki þreyttur á þessu. Treystu mér samt. Nei, ég fór bara út í þetta, þú veist, ég skemmti mér svo ógíslega vel á henni bíó. Ég var svolítið, sko, mér finnst Endgame, mér er svolítið ósannkvæmt að setja Endgame. Já, ég setti hann ekki. Nei, það er, mér finnst það betri bíóupplifun heldur en Guardians, en það er svo mikið event. Þetta er standalone mynd, minnstu geðek. Stend við þetta, loka svar. Guardians of the Galaxy, ok. 2000 umuleg. Já, hún er glödd. Fyrsta er samt mjög góð. Ok, ég valdi Dark Knight. Já, ég var næstu búin að setja hana. Ég bara, það var ekkert annað sem kom til greina. Fyrst hugsaði með mér, ok, þetta er ekki kannski svakalega mikið svona beint over þessu mynd. Nei, ég var næstu búin að setja hana. Þetta var... Já, þetta er bara truflu mynd. Hún missir svolítið dampinu í lokin. Já, ekki það ég segja eitthvað að segja, hún missir eitthvað mikið, hún fellur ekki dálítið. Nei. Þetta er einu fáu myndur sem ég fór 3 á henni bíóaldi. Ég fór 8 sem ég fór hann 8 sem í bíó. Ég hef aldrei fór svona oft á mynd eins og Dark Knight. Ég var náttúrulega búin að bíða eftir henni. Þú sér það, fyrsta mynd sem ég man eftir að horfa á, Batman 1989. Þannig ég er búin að vera Batman nöttari síðan ég bara var 6 ára. Þannig að þegar ég vissi að Joker ætti að vera í Dark Knight, ég elskaði Batman Begins, mér var svona geggju. Og svo kom Dark Knight. Ég er ekki að djóka, ég man eftir þess, ég horfði á trailerinn. Fyrsti trailerinn kom út í desember 2007, Dark Knight kemur 2008 og ég horfði hann hvern einasta dag þá myndi hún kom út í júli 2008. Við vorum að vinna saman á þessum tíma. Já. Þú varst ekki viðrað hægur. Nei. Það var bara allt bara Batman. Já, nákvæmlega. Ég var degi, ég var spenntur. Ég veit það, þú gast ekki sofu stundum. Nei, og svo fór ég á hana og ég fekk bara myndabúina því hún var svo ógeðslega klikkuð. Það var ég bara eitthvað djúlega ógeðslega góð mynd og ég, veistu það, ég fekk svona spennufall. Það tók bara nokkar dag að jafna mig. En ég sá hann síðan aftur og eitt skipti þá fór ég með góðum félag okkar, Stefáni, Vaffjörn. Ég ætla að gefa honum smá props núna því það var hann sem stakk upp og ég ætti að byrja með podcast. Nei, skemmtilegt. Allavega, ég fór á hana eitt skiptið í Háskólabíó, þá fór ég klukkan 2 eða eitthvað, eða 3 og myndin er svona löng og svo kom Steppi og hitti mig í sendisýningunni og ég var inn í salnum, ég fór ekki fram. Þú sast bara? Nei, ég satt bara og Steppi svo að taka til, ég held ég var náttúrulega bara eitthvað geðveikur. Þú réttur að segja ég á miðan? Já, ég sagði hún bara, hvað hefði myndin í búin? Ég var eini gaurinn í salnum. Ég sagði, já, ég veit, ég er að fara aftur á hana. Leiður ekki skringilega? Nei, mér er alls sama. Af því þetta er svo geðveik mynd. Og ég satt hana og ég sendi Steppa skilaboð. Steppi myndi mig á þetta fyrir svona 2 ára sér, ég var búin að gleyma þessu. Ég sendi hann skilaboð þar sem ég bað hann að koma með langlokutímin, ég var svo svangur. Af því að Dark Knight er alveg frekar löng mynd og með þessu skítar hlýi, það var lengri. Þannig að hann kom með langloku, ég borðaði það yfir byrjaðurinu. Þannig ég sá hann svona back to back og svo fór ég aftur hann eftir það sem er alltaf klikkun. Ég var gladdur að gera þetta aftur. Fórst á hana 3 í röð?
Vá, já, ég sagði. Nei, ég er ekki alveg, ég er ekki fáiði. En já, ég sá hann sem setna aftur. Já, geggjað. En já, klikkumynd. Geðveikmynd. En ég er alveg sammálaður, þegar ég horfa hann í dag, þá finnst mér svona 90% aðeins í geðið, hún pompar aðeins niður með þetta helvitis bátaatriði. Já, hún gerir þannig. Það er eiginlega það, þú veist, hún hefði verið hjá mér í fyrsta sæti. Þú veist, ég var alveg bara, þú veist, af því að Heath Ledger í þessari mynd er bara Heath Legendary. Og það er mjög gott. Já, hann er rosalega í þessari mynd. Já, hann er rosalega, þetta er frábær mynd, þetta er bara krimma, þetta er bara glæpamynd. En þegar ég hugsa hann alltaf, þá kemur þessi heldist lokakafli og hann svolítið... Já, hún pompar svolítið niður. Já, þannig að hún er ekki, þú veist, ég hugsaði bara Guardians of the Galaxy er skemmtileg frá byrjun til enda. Hún er bara, þú veist, það er alveg til betri myndir. Hún er bara svo skemmtileg. Það er bara svo ógeðslega gaman að henni. Það er ekki rámt svar þar að segja hún. Þannig ég fæ þetta, að því að mín mynd er góð allan tíman, þín mynd er góð 90% tímans. Hvernig virkar ekki? Herðu, þú ert pottbúin að sjá Dark Knight oftar, ekki? Jú. Já, þú pældir ekki til þessu svo þannig fyrst. Ég var bara að hugsa eins og við tölum þegar við hittum síðast, tala um Aliens. Það er rosalega mörg sigur atriði fyrir mig í þessari mynd. Já. Eins og það að mótorhjóli kemur út úr bílnum. Já, svo mikið að kúldóti maður. Já, það er til þess geðatriði, byrjunatriði, klikka, bókaranni. Þú veist fucking stef eða Jokers. Já, og tónlistin í þessari mynd bara yfir höfuð biluð. Já, ég meina þú gefur mig þetta. Ég berst ekkert mikið gegn þessu, af því að þú veist Dark Knight er klárlega miklu vandaðri mynd heldur Guardians of the Galaxy. Og veistu hvað líka eitt sem er svolítið töff við hana? Það er, hún heitir ekki Batman 2. Dark Knight, hún heitir bara The Dark Knight. Geðveikt. Og mér er bara ótrúlega það að komast í gegnum stúdíósystemið, það þeirra að lifta. Já. Fattar þau auðvitað að það er ekki þetta Batman, þessi tenging, auðvitað nördandi vissi hvað það var. En já, mér finnst það töff, The Dark Knight. Ok, fyrir bara næst í 11. Búm. Mynd sem þú fílar úr svona genre sem þú fílar ekkert sérstaklega. Og ég er svarið fyrst. Já, var ekki ég. Nei, þú byrjar að Nei, já, þú. Það er ekki náttúrulega skipulega til mér. Ok, ég þetta með fíla ekkert svakalega eitthvað söngleiki en með Sweeney Todd, geðveik. Úf, gott svar. Þetta er gott svar. Gott svar. Mér er það trufli mynd. Það er mynd sem ég er búin að horfa til sá. Já, hún er frábær. Hún er geðveik. Já, ég var alveg geri þegar ég horfði á hana. Ég held að þú að lána mér hana eða eitthvað. Já, ég horfði á hana bara, ég kifti hana á... Ég var eftir á. Já, ég held ég að sé hana fyrst. Ég held að þú að sett mér að horfa á hana. Ég fengi hann lána þegar og verið bara, wow. Bara geðveik löginni, Johnny Depp geggjarinni og Helena Bonham Carter geggjurinni. Mér finnst það frábær mynd. Hún er líka ógeðslega blóðug, skemmtilega blóðug. Já, hún er bara mjög skemmtileg. Ef ekki fara svolítið hratt yfir þetta. Já. Ég ætla að segja, ég ætla að stela þessu svari, en ég ætla samt að segja hvaða mynd ég setti. Ok, þannig að þetta er jafntefli. Já, eða þú mátt taka stíja þegar þetta er þín hugmynd. Ok. Ég setti La La Land. Ég sá hún aldrei. Já, mér ástu geðveik. Ég held að þú myndir ekki fylgna á samt. Ekki? Nei. Það er leðilega sérst. Ég hugsa að þetta sé ekki mynd fyrir þig. Er það bara þau að dansa engin persónusköpun? Jú, þetta er náttúrulega mjög mikið persónusköpun. Okay. Þannig að en mér Sweeney Todd er betra svar. Ég myndi allan daginn horfa aftur Sweeney Todd yfir La La Land. Ég myndi ekki eftir henni. En svo fyrir næstu bara snögt, svo voru margir sem sáu við Sweeney Todd. Vissi ekki það verið söngamind. Já, það? Já, og voru bara hvað rugl er þetta, það er ekkert að tala saman, það er bara að syngja allt. En ég reynda að vissi þetta verið söngamind. Já. En ég sá hann ekki í bíó, ég keypti hann á DVD, tók sénsinn og mér var svo geggju, ég keypti hann á Blu-ray líka. Já. Mér finnst hún frábær, ég horfði á hana, ég reiknaði ekki hann, ég horfði á hana 12 sinnum á 2 mánuði. Wow. Að mér finnst lögið svo klikku í henni. Já, hún er geggju. Ok, næsta, nummer 12. Mynd sem þú hatar úr þínu svona uppból genre. Og þú átt að svara fyrst núna. The Nun. Já, þú valdi sérst horror myndir. Það er svo auðvelt að velja í það, maður. Já. Það er svo mikið að drast hryllismyndum. The Nun, já, hún er hræðileg. Hún er skelfileg. En hún er samt skárri, fannst mér, heldur en
hvað heit helvítis ógeð, The Curse of Lorna. Já, ég horfði ekki á hana. Hún alveg algjör viðbjóður. Ég náði ekki að klára hana. Og þú veist hvernig ég með að klára myndir. Já, ég veit það. Og ef ég get ekki klára hana, þá þetta eitthvað algjört ógeð. Ég bara, þú veist, hún var svo pirrandi. Hún svo leiðinleg, hún svo full af einhverjum glötuðum jumpscares. Já, það alveg, þú veist, það nóg af hryllismyndum sem hægt að pirra sig yfir. Þú veist, það eru bara óteljandi. En það var bara eitthvað við þessa mynd sem var bara ekstra mikið, að hún er bara svo leiðileg. Já, bara hundleiðileg. Hún er ekkert skeri, þetta er bara drasl. Já, ég hugsa þessi jafntefli. Þú veist alveg gott svar, nönnur ömuleg. En ég valdi að ég er mest fyrir hasamyndir, svona eitthvað aksjón. Ég valdi Shoot 'em Up. Úf, það var leiðileg mynd. Það er fucking glötu. Já, djöðlega glötu. Hún var eins og hún verið skrifað á 13-14 ára strák. Já, og 13-14 ára strák sem er lúði. Já, algjörlega. Ég er bara pínu spenntið fyrir þessum mynd. Ég sá á sinn tíma leiksturinn sem hefur reyndar ekkert gert í googlaðan eitthvað. Fór einn til B, heldur hann ekki gert neitt þetta sem mynd. Ég er ekki hissa því. Sett hann í fangelsi fyrir leikstjóra. Hann gerði fyrst eitthvað svona storyboards og eitthvað svona previs fyrir sem mynd. Þetta út úr flugvél og eitthvað. Og þetta virkaði bara ógæslega svona pínu töff. Þetta var eitthvað svona John Woo, Bissudótt eitthvað. Svo var þetta bara ömuleg mynd. Og hann var svo glataður algæinn. Hann átti eitthvað svo cool ler. Já, ef var það, þetta var Clive Owen. Já, Clive Owen gæinn. Ég man hvað þetta var glatað því að ég sá hana bara einu sinni. Já, ég get ekki hort hana aftur. Nei, ég man hvað þetta fór í törnum. Ég man bara hvað allt átti að vera cool. Hann átti heim í svo cool húsi með eitthvað falda byssur og allt eitthvað svo, og það er gett cool ef hann var með byssu falda þarna. Hann myndi bara gera svona. Mér finnst allt ömulegt í. Já, þetta... Paul Giamatti var hundleðurinn. Það var allt ömulegt. Já, bara þvílíkt. Ég vil meina það, ef þú fílar Shoot 'em Up, þá fílar líka krankmyndirnar. Já. Það eru umulega. Það eru samt betur en þetta, sko. Það eru aðeins skárri, en það er svona glatar. Já, glatar. Þetta eru unglingamyndir. Já, einmitt. Þetta er ekki unglingar sem gera þér. Nei, þetta er fullari fólk. Já, þetta er algjört drasl. Ok, þannig að ég segja bara jafntefli. The Nun er ömuleg og Shoot 'em Up er ömuleg. Ok, 13. Mynd sem fekk þig til að hugsa djúpar hugsanir í þýtta þannig. Hvernig er þetta þýðingar það hefur? Bara mjög góðar. Þú stendur þig mjög vel. Það var aðeins að þetta var upprunalega á frönsku því ég var að... Ok, mynd sem fekk þig til að hugsa djúpar hugsanir. Ég var svarað núna fyrst eða ekki? Jú. Ég sagði The Fountain. Nei, ok. Það er geðveik mynd. Já, geggjumynd. Ég elska þessa mynd. Skemmtilegt svar. Og ég vinn þig sem sagt miða við viðbröðin, þú ert ekki með gott svar. Ég er með gott svar, sko. Ok. Þannig að ég held þú verðir svolítið ánægða með mig. Ok, en aðeins með The Fountain. Ok. Darren Aronofsky, leikstjórinn, hann er svona hit og missja mér. Ég fíla ekkert allt sem hann har gert, en þegar ég fíla hann, þá finnst mér hann geðveikur. Ég ætlum þess að elska líka Noah. Já, geðveikmynd. Já, en það er ákveðin félagi minn, ég ætla ekki nefna hann nafn, hann veit hver hann er. Hann til þess hata Noah. Hann er ennþá að gera grína mér enn þann dag í dag í fíluna. Mér finnst þú frábær. Mér finnst þú geðveik, hann veit ekkert hvað hann að tala um. Ef þú heyrir það, félagi minn, sem ég nefn ekki á nafn, þú veist ekki hvað að tala um. Ok, hún er geggjuð og The Fountain finnst mér finnst hún ógeðslega góð. Tónlistin henni er vangifinn. Já, það er rosalega nátt sem ég sá hana. Ég þarf að horfa hana aftur. Já, ég er búin að sjá hana okkur og þetta er svo falleg mynd, hún er svo vel leikinn, það er ógeðslega flottur boðskapurinn og hún er líka mjög rómantísk. Ég segi, ef fólk spyr mig hvernig mynd finnst þér rómantísk, ég er ekkert að segja eitthvað Jennifer Aniston grimmynd, það er bara eitthvað kjaftaði, en þetta er rómantísk mynd. Já, ég er bara sammála. Ok. Mjög góð mynd. Hvað gerir þú? Mother. Nei, þú valdir Aronofsky mynd líka. Já, ok, hún er geðveik líka. Geðveik, sko. Hún komur óvart. Já, hún komur rosalega óvart. Þetta er jafntefli. Já, klárlega. Bara Darren Aronofsky í jafntefli. Já, ég vissi að þú er ánægða með þetta. Djöfull er ánægða með þetta svar. Já, þetta er geggjumynd, sko. Hún fekk mér líka rosalega mikið til að bara hugsa, að sjaldan sem ég farið svona mikið tilbaka í hugunum, hugsa mikið mynd. Hún satt í mér alveg allt kvöldið. Já, einmitt. Og alveg, þú veist, nokkra dag eftir ég og svolítið hugsa hana. Hún er svo orkan í þessari mynd, hún er svo óþægileg, hún er næstíðin svo hryllingsmynd, sko. Hún er svo... Já, einmitt, hún er rosalega óþægileg. Rosalega óþægileg. Einmitt. Og þegar maður
fattar þú veist, fattar hvað hvað myndin er og hvað hann er að segja þá er þetta bara snilt já, en mér finnst það líka með The Fountain að þeim er bara svona, já, ok þú veist, þetta fjallar þetta og hann er bara snilt líka já, hann er ógeðslega góður leikstjóri en ég hrifnar af Fountain og Mother og Noah heldur en Requiem for a Dream til dæmis já, ég sá hana einu sinni tvisvar það leitur hún kom út ég nenni svo sjaldan eitthvað svona dópindum eða eitthvað svona dópistumundum hún var líka, já, hún er líka erfið sko hún endar svo óþægilega maður mér finnst það líka bara ekki verið skemmtileg en þú getur alveg gert svona mynd skemmtilega en mér finnst það ekki skemmtileg ég líka þoldi ekki klipp einhvern veginn þetta var alltaf eitthvað svona rætt eitthvað takk fyrir töflu og eitthvað svona það var svolítið hipp og cool á þeim tíma og það er ekkert að geða soundtrackinni Gaur sem gerir soundtracki fyrir Fountain, ég held hann ekki gert fyrir Mother, jú kannski hvað heit hann? Clint Mansell hann gerir líka fyrir Noah klikku tónlisti Noah klikku Requiem for a Dream gerði hann ekki líka Lost Highway? Var það ekki Clint Mansell? Aha, það getur samt verið ég held að það verið Clint Mansell, ég átti Lost Highway soundtracki hún er alltaf svolítið 98 eða 96 ok, já, Fountain og Mother við erum báðir ánægð með þær, þannig það er í aftöfli myndi ekki segja það? Já, klálega, bara heila gæti ekki verið meira í aftöfli ok, mynd nr. 14 mynd sem gerði Þunglindan ég þarf ekki eins og fara í Dick Tracy úr mitt fyrir þetta Serbian film já, ok, hún er svona góð já, þetta er góð mynd, ég var ekki Þunglindur af því að horfa á lélega mynd þetta er bara hvað myndin er og hvernig hún endar og bara, þú veist, bara allt við þessa mynd ok, við lítum aðeins öðrum augum á þessa spurningu. Nú, ok. Ég get sagt það að svari mitt er alveg algjörlega hvernig túlkar þú þetta? Þú mátt túlka þetta svo vel. Þitt svar er ekkit ránt. Nei. En þegar ég sá þessa mynd ég labba út úr bíónu. Já, þú meinar þetta þannig. Já. Vistu það? Ég var svo leiður. Mission Impossible 2. Já. Ég man eftir þessu. Já. Fórum við ekki saman á hana? Jú. Mission Impossible 2 þvílíkt drasl ég maður því sá hana, hún er frá 2000 þannig ég hef verið 17 ára í sá hana ég var spennt fyrir henni, mér varst fyrsta geggið svo að John Woo að koma til Ameríku, gera þessa hann var eitthvað búin að gera hennar mynd áður Hard Target var það, hvenær gerði hann fokki myndina með Christian Slater og Travolta Broken Arrow, hann var líka búin að gera hana ég held að hún sé ekki 97, 98 eitthvað þannig Hard Target á fyrsta myndina í Hollywood svo gerði hann myndin með Broken Arrow og svo gerði hann Mission Impossible 2 og ég var bara eitthvað, yes, hann er komin til Bandaríkjanna, hann er að fara að gera Mission Impossible og hann er mjög spenntið fyrir því og það fekk ég bara eitthvað ógeð Tom Cruise kom með eitthvað sítt hár já, glataður umulug söðuþræður, glötuð hasarættri ég mal ekki hlénu þó ég hati hlé það var alltaf svona þetta var fýtt tími fyrir mig þess að reflekta þess að hugsa fyrir hlutan og ég sagði mér, ok, það er ekkert skemmtilegt búið að gerast þetta var eitthvað bomba ég hafði mjög slæma tilfinningu fyrir setjulutunum og það var alveg rétt hjá mér hún var algjört ógeð og ég labbaði úr bíónu og mér var líkanlega illt að ég var svo spenntur fyrir henni og hún var svo glötuð þessum mynd að ég var svona semi-þunglindur er það ekki rétt hjá mér að þú hræktir á bíómiðan? Nei, ég man nú ekki því. Mér minnir það sko. Mér minnir, þú safnaði náttúrulega alltaf öllum bíómiðinu. Já. Mér minnir þú hafa... Já, ég hef neitað að eiga þennan. Já, tekið hann og hrækt á hann. Ég ætti kannski farið í bunkan, ég á þetta ennþá. Það væri mjög áhugavert. Já. Það verður follow-up þáttur. Það sem tölum það hvort ég eigi ennþá Mission Impossible með hann. En þetta var í álabaka, ég man því. Já. Ég man þess að hvað það var. Ekstra í mjötunni við að röldum eitthvað. Þetta var það sem að hraðbankin var, eingangurinn í keilu þetta. Já, einmitt. Þar var ég bara, ég misti bara trúna á lífinu eftir að ég sá þessu mynd. Hún var svo ógeðslega leiðileg. En Mission Impossible 3 var allan skemmtileg. Ok. Geðveik. Þú sagði Serbian film. Ég sagði Serbian film. Já. Mér finnst hún þetta geðveik. Eða þú veist, kannski ekki geðveik, mér finnst hún góð. Já, ég þarf að sjá hann aftur. Ég er búin að sjá hana bara, ég held sér bara búin að sjá hana einu sinni. Ég þarf aldrei að sjá hana aftur. Nei. Ég held að þetta er jafntefla þegar við nálgumst þetta á tveimur mismunandi sjónarunum. Af því að þetta, þú skilur vera Serbian film, það er alveg rétt hjá þér. Maður verður ekkert, þú ert ekkert glaður eftir þessum mynd. Ég var verri maður eftir hana, skilur við. Já, en Mission Impossible 2 er líka bara drasl. Já. Ok, þetta er bara jafntefli. 15,
nú er konið eitthvað svona skemmtilegt. Mynd sem gerir þig glaðan. Ég á að svara fyrst núna. Þarna voru fullt að myndu sem kom til greina í mér. Ég meina geðveik að því maður elskar glaður. Aha, að því maður elskar bíómyndur og svona. Og þetta er þetta ógeðslega mikið Hollywoodmyndir, en mér er það líka bara skemmtilegustu myndir oftast. Og bara sjá mest af þeim. Ég sagði, ég þurfti aðeins að hugsa þannig. Ég þurfti ekki, það var strax. Aha. Já, að því... Sér ég brósnum með henni hugsa um þetta. Já, þú brósnum með henni hugsa um það. Já. Fyrsta sem ég dætti í hug var eitthvað mynd sem ég er búin að sjá alveg milljónsunum og ég er bara sjúklega skemmtileg. Það er Ace Ventura 1. Ok, þú er greinlega með eitthvað svaka ás þetta í erfinni. Fyrir mig, ég veit ekki hvort þú verður sammála mér. Er ég búin að sjá þessu mynd? Já, það ekki. Vonandi. Já. En ég segi Ace Ventura 1. Mér finnst hún ennþá fyndin. Mér finnst Jim Carrey ógeðslega skemmtilegur í henni. Og af því að hann er í svo miklu stuði alla myndina. Já, þetta er peak Carrey. Já. Og þetta er og þetta er bara svo skemmtileg karakter líka. Já. Þannig að þegar ég hugsa um eitthvað svona mynd sem gerir mig glaðar, ef mér langar í eitthvað svona pick me up mynd, þá horfi ég ofta á Ace Ventura. Ég er búin að sjá hann alveg frekar oft. Hvað sagði þú? Paddington 2. Ég hef ekki séð þær. Þetta er mest að feel good dot. Já, það? Já, þetta er bara... Það fengur góða dóma báða myndir. Það eru báða geðveikar, en 2 finnst mér betri. Það eru báða frábærar. Já, ég þarf að sjá þær. Já, bara gerðu þér greiða og horfa á þessa mynd, sko. Heldur ég fíl það, er þetta eitthvað svona Benjamin Button dæmi? Nei, þú veist, ef þetta færið ekki til að brosa og hlæja... Það er í döður einan. Já, það er bara döður einan. Þetta er mesta feel good dot sem ég bara séð á ævinni. Það eru svo charming og það eru svo... Já, það eru bara svo krútlegar og það eru svo góðar, skilur, þetta er bara, ef heimurinn væri eins og þannig, þá er þetta bara allt í góðu. En nú ertu búin að sjá þær báðar? Ég setti 2. Nei, ég er þannig báðar, þú ert búin að segja sem túra líka. Já, Paddington allan daginn. Þetta er mesta feel-good mynd sem ég séð á æfinni. En þannig verði ég alveg að gefa þér stig að ég hef ekki séð hérna. Ok, þú mútt fá þetta stig. Ok, númer 16. Mynd sem er persónuleg fyrir þig. Já, ég strögglaði við þetta svar. Að því að... Já, ég er líka. En ég valdi geðveika mynd. Ég valdi geðveika mynd og hún er... það er ég, er það ekki? Jú, þú byrjar núna. Leon. Og það er svona... Geðveik mynd. Geggjöð mynd. Eldist ógeðslega vel, bara frábær. Já, hún er svo góð. Þetta er bara svona all-star mynd. Ástæðan fyrir að hún er persónuleg fyrir mig er bara þú veist þegar við vorum litlir skil og áttum að myndir á Waffa S við áttum ekkert marga myndir á Waffa S. Ég átti Leon, ég átti Interview with the Vampire. Er það sem þú tókst bara upp eða keyptir? Nei, sem við keyptum. Ég maður alltaf alveg fínt satt. Já, þú varst náttúrulega áttir svakalegt samt sko. Þetta er áður en DVD kom að maður gæti byrja að kaupa sér á Amazon og byggja sá. Þannig ég horfði á Leon ég veit ekki hversu oft, ég er búin að horfa á hann brjálæðislega oft og hún bara einhvern veginn, þú veist, þetta er bara svona það er geðveik mynd. Já, þetta er geðveik mynd og hún einhvern veginn bara situr í mér, það er bara eitthvað við þú veist, New York í þessari mynd og við... New York er svo öðruvís í þessari mynd. Já, það er eitthvað töfrar þannig. Það er svona franskt vibe yfir henni. Já, og þú veist, Natalie Portman klikkuð henni, John Renault geðveikur, Gary Oldman klikkaður í þessari mynd. Það er rosalega margt við hennar, hún bara situr einhvern veginn, þú veist, hún bara situr nærri hjartan í mér. Já, ég setti strax þetta í jafntefli. Myndis ég með líka klikkuð. Ok. Öðru sem Leon, en klikkuð. Ég sagði Braveheart. Já, geðveikt. Ástæður ég valdi Braveheart. Mynd sem er persónuleg fyrir því. Ég man þegar ég sá hana. Já, hvað það tók á mann. Ég sá hana einn. Ég var bara þegar hún kom, ég kalli ekki 13 ára, og ég spurði með pappa eitthvað, má ég horfa á þessu mynd? Að ég var svo ungur, hún var bara 16 og hún frekar brútal. Pappi sagði bara eitthvað, já, tjekka hana. Og ég horfði á hana og ég bara, þar var ég blown away. Bara þvílíka sagan. Og svo heartbreaking hvernig þetta endar. Já, mér finnst líka, ég veist að djóka með það að ef að geimveru kemur til jarðarinnar og myndi biðja besta leikstjóran, bara komið með besta leikstjórn ykkar, þá myndi ég rætt þeim Steven Spielberg.
Ég finnst bara gæna á gert einhvern veginn allt og búin að gera síndastis og djúspark. Ég talaði um þetta við einhvern í einhvern podcast hjá mér, mann ykkur ár, ekki því alveg. Ekki mér, nei. En með Braveheart, ég var myndið spurja út í bíómyndur, bara hvað bíómyndur? Og við myndum útskýra fyrir geimverunum. Og það myndi segja að sína okkur eitthvað dæmi. Ég bara réttaði Braveheart. Það allt í henni. Hún fyndin á köflum, hún gett sorgleg, brjála soundtrack, eða skorið henni, það geðveikt tónlist geggja karakterar, hún skemmtileg, hún er spennandi, það hasar henni, það blóð henni, það rómans í henni, allur tilfinningaskalinn. Hún hefur eiginlega allt. Hún hefur allt, þessi mynd. Og ég þól ekki, nú virðist að vera eitthvað svona töff fyrir í dag eða svona í seinni tíð, eitthvað að tala illa Braveheart. Já, af því að hún vist ekki alveg eins og alveg saga. Come on. Hverjum ekki dröllu sama það? Nákvæmlega. Ég bara góða mynd. Já. Og þetta líka ekki heimildamynd. Nei. Þannig að þetta bara geggjur drafmynd og Mel Gibson, mér finnst hann geggjar í aldrykinu og bara sem leikstjóri. Hann frábær leikstjóri. Já, hann bara geggjar leikstjóri. Þannig ég segi Braveheart. Hún myndaði mig svolítið bara að myndaði svolítið minn kvikmynda áhuga þegar ég var úlingur að móta já, alveg klálega, minn líka og þetta svolítið svona svipað eins og með já, þetta jafntefli já, ég myndi segja það, þetta þessar myndir sem að móta svolítið hvað manni finnst þeirra góða myndir já, og mér finnst líka bara Braveheart 10-10 og Leon 10-10 bara ólíka myndir en samt sem báður ógeðslega góðar. Já, geðveikar. Ok, ef ekki bara fara strax í hvað er múin lengi nú? Hvað er klukkan? Klukkan er... Svo þetta sé ekki 4 tíma podcast? Dick Tracy úr að stríða mér. 9:30. Ok. Jájá, fyrir maður satt yfir núna. Við blöðurum bara svo mikið. Shit, hálfnaður. Nei, ég var fyrir rætt núna. Ok. Uppáhalds, framhald. Ég held að við getum báður, ef að segja það á 3. 1, 2 og Terminator 2. Já. Búm, áfram með þetta. Já, en það er bara svo geðvægt. Við tölum, þurfum ekkert að tala. Nei, en það er mynd sem við þurfum bara ekkert að taka heilt podcast hún er svo góð. Ok, mynd með þínum uppáhaldsleikara. Og segja. Ég var með Leon. Við tókum, segð þú, að þau sem báðir. Ég á ekki neitt svona einn uppáhaldsleikara. Nei. En ég valdi Gary Oldman. Og myndin með hann með Leon. Næs. Ég að slá 2 flugur í einu höggi. Ég á eiginlega 2 uppáhaldsleikara. Ok, Brad Pitt. Já. Og ég veit ekki hver hinn er. Leo. DiCaprio? Já. Er það uppáhaldsleikari? Já. Þeir tveir eru uppáhaldsleikarinn. Þeir eru ekki búið. Og þeir eru saman í Once Upon a Time in Hollywood. Þannig þú valdir hana? Ég valdi hana. Ok. Ok, hratt yfir, sögum hérna bara nummer 19, mynd eftir uppáhaldsleikstöði. Það er ég þá núna. Já, þú kannst ekki valið Fight Club. Nei, ég kannst valið mynd Panic Room. Já, valdur hana? Já, ok. Þannig að David Fincher uppáhaldsleikstöði. Já, það er ég á alveg svona nokkra uppáhalds en ég valdi Tarantino af því ég elska hann og besta myndin hans er Pulp Fiction og ég valdi hana, klikkumynd. Ok, nummer 20, mynd sem breytir lífið hennu. Sko, það er náttúrulega þetta var svolítið erfspurning. Já, ég veit ekki alveg hvernig, þú veist, það er engin mynd búin að breyta lífið minni. Ég er ekki búin að koma út úr einni mynd og er bara, ok, ég ætla Þetta er ekki þess að maður sé dópisti svo horfum maður að rekka einn frá Dream og hættir á dópisti. Nei, nákvæmlega, það er engin mynd búin að eitthvað breyta mér eitthvað inn að beini en ég setti The Matrix á hana af því að það var svo mikið gott val. Já, það var svo mikið ég maður var alltaf í bíó í Álfabakkanum í gamla daga ég eftir að staði niður í Mjót að bíða eftir 12 til að fara aftur heim upp í Hóla og vera bara þess, hvað var ég að horfa? Bílumynd. Hvað rugl var þetta? Hvert er tæknin komin og hvað er skilur? Þetta var bara litli, þetta er 98? 99. Þú veist hvað, maður er 16 ára, bara hausinn á maður sprakk. Já, líka mér. Þannig að ég setti hana. Ég breytist ekkert inn að beini, en þetta var... Ég skil þig. Það var svona tímamóta mynd fyrir þig. Já, þetta bara hvað bíómyndir geta verið
rugglaður. Já, ég valdi svona svipað. Ég valdi ekki Matrix þegar hún kemur seinna hjá mér á listan. En hjá mér var það Jurassic Park. Já, og svona svipum pælingi mér. Þegar ég sá hana, hún eitthvað 93, ég hef 10 ára ég sá hana. Já, það er fyrsta svona bíóminningi mín, þú veist svona. Já, svona sterk. Já. Mér fannst hún alveg biluð og hún er ennþá geðveik. Já, það er ekki langt inn að horfa hana. Nei, hún er ennþá geggjuð. Hún er svona 100.000 sem er betur en þetta Jurassic World ógeð. En við tölum ekki að setja þær, það er svo ógeðslega mikið drasl með okkur fyrstu geðveik. Ok, mynd sem þú sopnaðir yfir. Það gerðist bara nýlega, ég dottaði yfir en leiðilegustu mynd sem ég séð bara... Ef við erum með sömu mynd á degi. Úr hlátri. The Lodge. Ég með hana. Nei. Jú, ég svindla, ég setti 2 hérna. En málega ég sopnaði ekki yfir henni. En þetta er umulig mynd. Já, ég var farin að dotta yfir henni, sko. Djúðrulegileg maður. Þetta er bara ein leiðilegasta mynd sem ég séð bara lengi. Kærasta mín gafst upp. Og ég sagði við hana, veistu það, ég verða pína mig til að horfa hana, að klára hana. Og þetta er ein leiðilegasta mynd sem ég æfinni séð. Þetta var bara, hún er svona þrúandi leiðileg. Já, ég held að kórónuvírus faraldurinn var að versta sem kemur fyrir mig þessu ári. Þangað til sá The Lodge. Hún er hræðileg. Og líka, ef ykkur að fara að segja að hún sé góð. Það er svo pretentious. Ég veit að það er því að, málega, þetta er svolítið vinsælt í dag, að gera eitthvað svona horrormyndir sem eru bara fokk leiðilegar. Já, sem er ekki hryllingsmyndir. Nei, en þetta á að vera eitthvað svona horror, eitthvað bla bla. Jesus, og ég svo trailer fyrir þessu mynd, ég er bara ok, já, leit mjög vel út. Já, svo var þetta bara algjört ógeð. Ég sett hana eftir ég sá hana, það er bara 2 dagar síðan ég sá hana, við þetta algjör viðbjörnsmynd og ég hafði sett líka Arctic. Það er ein leiðilegast mynd sem ég æfni séð. Lodge er leiðilegri, en Arctic fjallar mann, fyrir þá sem hafa ekki séð hana, fjallar mann sem lappar, svo haltrar hann, svo skrýður hann, svo myndi búinn. Ef ykkur finnst það ljóma spennandi, þá mæli ég mjög mikið með henni. En ég þarf aðeins meira, hún er alveg fokk leiðileg. Þannig að ég gera Arctic og Lodge, ég sopnaði ekki dögum, en það eru ógeðslega leiðilegar. Já, Jesus. Ok, mynd sem gerði þér reiðan. Ég skal smetta að heyra hvað settir hana. Ég skal lofa þér, hún er ekki topp mitt svar. Nei, ég er ekki alveg nógu ánægð með hana. Ég verður rosa ofta reiður yfir myndum, en þannig einhvern veginn svona, ég tjókaði svolítið. En ég valdi mynd sem gerði mig mjög reiðan. Var það innihaldið eða bara því að ég sem er Mission Impossible 2? Svona þannig? Já, það var bara... Hvort var það hér? Það var Child's Play rebootið. Hún er svo glötuð. Hún er umuleg. Hún er umuleg. Chucky er svo glatar í henni og þessi krakki er glatar. Já, hún er hræðileg. Og gera hann eitthvað svona smart home. Já, hann er eitthvað svona AI. Já, þetta er vont AI. Það var ekki einhver morðing í honum. Það var eitthvað svona Google Home sem að... Já, bara nei, við erum svo hrætt við Siri. Já, ég mitt Siri, já, ég mitt. Hún er alveg umuleg, ég mitt sá hana. Hún var skelvileg. Að því fyrsta er svo skemmtileg, upprunnilega. Þetta var bara langt frá því, þú veist, þetta er svona tongue in cheek, svona, þú veist, Chucky á að vera skemmtileg til að byrja með. Já, þetta er skemmtileg garður. Já, mér finnst þetta líka bara, þessi dúka var glöt. Já, hún var hræðileg. Mér fannst nú köflum, ég tók alveg rosalegt að rantu konuna mína. Ekki fílaði hún endurgerðina? Nei, hún var alveg sammála mér. Ég bara rantaði eitthvað bara... Já, var svona pirraður? Já, mér fannst þetta svo leiðileg mynd, ég var bara pirraður yfir öllu sem gerist í henni. Og mér fannst hún á köflum vera sko eins og hún væri sjónvarpsdóttir. Lýsingin í henni var rosalega cheap, bara ljót og ódýr. Ég get ekkert sagt gott þessa mynd. Nei, veistu hvað myndi má? Samt skemmtilega Lodge. Já, 10 sinnum. Mér var skemmtilega að klæða mig í skónuna. Já, Jesus sko. Þetta myndi á Hulu er að framlega hryllingsmyndir sem heita, hvað, Into the Dark. Into the Dark, það ég sá okkur eina. Mér finnst þetta verið þannig mynd. Já, einmitt. Þetta var bara cheap drast. Já, þetta var bara cheap, bara sjónvarps hryllingsmynd. Já. Og hún er umuleg, ég er alveg samanlega þarna. En þetta var öðru sem er. Mynd sem gerir reiðan. Ég valdi ekki lélega mynd. Og ég valdi í rauninni mynd þar sem að innihaldið fór að gerði mig reiðan. 12 Years a Slave? Nei, ég hef ekki séð hana. Hún er góð, samt ekki ég er búin að heyra, ég held að það sé svolítið svona snorrarmynd. Ég fíla hann ekki. Hún er svolítið erfið. Já, en
kannski sömu pæling. Ég ger American History X. Ástæður því geðveik mynd. Edward Norton, þetta besta hluturki hans. Hann ógeðslega góður í þessari mynd, líka þegar hann leikur henni 2 karakter í þessari mynd. Hann leikur rasistan og svo þannig ekki rasisti. Og ég elskar þessari mynd. Reiður? Það sem gerir mig reiða þegar ég horf á svona mynd auðvitað í fyrsta lagi, mér finnst þér rasismi svo heimskulur. Já, auðvitað. Já, það var það sem gerir mig reiðan. Það eru alveg 2 ástæður. Alltaf rasist að kjaftaði í þessu vitlausa liði og hvernig hún endar. Þetta spoiler eða ekki sem American History X. Bróður hans drepinn. Edward Furlong drepinn í myndinni út af eitthvað svona rasist að kjaftaði. Og ég verð svo reiður, þetta úrslega góður endir fyrir myndina, make alveg sense, en ég verð bara svo reiður bara eitthvað, þetta ekki djóka. Af því að Derek, Edward Norton karakterinn, var búin að samfara bróður sinni að svolítið svona, hei, þetta bara kjaftaði, hættum þessu rugli. Svo einhver svartingur sem skuta hann í lokin, af því að búið eitthvað bíf á milli þeirra og eitthvað. Þannig að ég segi American History X. Já, ég skilji, já. Þannig að hún svona gerir mér svona reiðan, innihaldið ekki beint. Reiður og svektur. Já. Þetta 23, mynd eftir leikstjóra sem dáin. Á ég að segja fyrst núna. Já. Hvað? Ég held að sé með það sama. Nei, þú ert aldrei með þessa mynd. Ok. For a few dollars more. Ég var næstu, Nei, eftir Sergio. Ertu ekki að djóka? Ég ekki með hana. Ég var næstu búin að setja hana. Svo ákveði ég að setja mynd sem að ég bara fíla betur. Þetta klikkumynd. Klikkumynd. Eldist ógeðslega vel. Það ekki langt sem ég horfði á hana. Flestir myndu velja Good, the Bad and the Ugly. En mér varst For a few dollars more alltaf skemmtilegri. Hvað heldur þú? The Shining. Ég ætla að velja Shining. Fyrst bara svona, ekki Shining? Svo bara svona, nei. Ég ætla ekki að velja Shining. Og hvað þetta fyndið samt? Já, tefli. For a few dollars more, hún var nefnilega ennþá inn í hausnum á mér frá því að við ættum að finna mynd sem var með 5 eða meira. Já. Þannig að hún var svona aftast í hausnum á mér. En náttúrulega báðar klikkaða myndir. Og það má bara halda fyrirlestur The Shining og hverjum degi. Já. Líka bara eins og ég ætla eitthvað svona að taka podcast með Spaghetti Westerna. Af því að mér finnst það geðveikar. Þessar 3 myndir. Ok, 24. Mynd sem þú hefur viljað sjá í bíó. Jaws. Já, einmitt. Klikkumynd. Geðveik mynd. Ég hef með Jaws á listanum, bara ekki komið að þeirri. Nice. Ég sagði Aliens. Já, það hefur verið geðveikt. Og við tölum að þessum ef að fólk búið að hlusta þann þátt, ef ég gefa hann út fyrst, þá veit fólk okkur ég vil sjá Aliens í bíó. Hún bara geðveik. Ok, 25. Uppáhalds periodmynd. Það ég. Tombstone. Úff. Gott val. Geggjuð mynd. Það geðveik mynd. En ég valdi aðra mynd. Og þetta alveg periodmynd. Hvernig myndur þú skilgrana periodmynd? Þetta þarf ekki alltaf eitthvað búningadrama. Nei, má þetta ekki gerast 1950? Jú, það period. Það þú veist, klálega. Ég sagði The Godfather. Já, geðveikt. Ég elska Godfather. Fyrsta uppáhaldum. Það náttúrulega svo rosalega margar. Þetta er þetta að velja einhverja eina. Já, það rosalega. Þetta jafntefli líka. Já. Ok, 26. Mynd sem byggð á einhverju öðru en svona original screenplay. Sem kannski byggð á bók eða teiknumyndasögu eða eitthvað. Hvað valdir þú þannig? Þetta er eina af mínum uppáhaldsmyndum og þetta er mynd sem við þykir glæpsamlega vannmetin. Já. Shutter Island. Og hún geðveik. Ég horfði á hann aftur daginn. Hún ógeðslega góð. Þetta er geðveik mynd. Þetta er eina fáa myndum sem að ég fekk jafn mikið út úr henni þegar ég horfði henni annarsins og þá meina ég svona ný upplifun. Þegar þú varst búin að áttað á hvað málið er í myndinni og byrjar að taka eftir og raunveruleikin er ekki eins og portræðar. Allt hljómar öðruvísi og það er alls konar hlutir sem eru off sem þú tekur eftir í annarsinn. Já. Ég er bara meðast að geðvögt. Hún er rosaleg. Já, hún er geðvögt. Og DiCaprio hann er bara bílaði leikari. Hann er ógeðslega góður í þeirra mynd. Og sérstaklega, þetta er spoiler, eða ekki Shutter Island, það er þegar hann kemur að börnunum sínum. Já. Þau eru dáin, það er búið að myrða þau.
konuna sem yrti drekti og bara þegar hann hleypur út í vatnið þetta er svo heartbreaking og hann bara öskar hann ég var bara gæsa að hugsa það að hún klikkuð það sem ég valdi var einu Jaws að hún alltaf byggði bók og með svona geðveik svona fyrsta sumar það er einu myndir sem bjóð til summer blockbuster myndir voru ekki gefnar út sumrin ekki svona stóra myndir fyrir að hún kom út og svona samhæft á milli þetta var líka þeir samhæfðu þetta milli bíóna ekki þú veist hún var bara ég man það nú ekki var þetta ekki eitthvað þannig að þær voru ekkert allar eitthvað sama opnunardag eitthvað svona rosalega ég þarf ekki að fara með það ég ætla ekki að skrifa upp á neina pappira með þetta en ég veit að ég held hún að þeir alltaf að gefa hún í janúar eða eitthvað svo var hann bara ekki tilbúin og gaf hann þetta sömrið til og þeir held á þessum tíma hún er frá 75 bara að fólk er ekkert að nennan að fara í bíó á sömrin og svo bara sló hún öll með þessi mynd og eldist hrikalega vel fyrir utan auðvitað hákartinn sjálfan kannski samt en hún er geðveik þetta hefur samt þennan svona sjarma hún hefur það þegar hann mætir hann og byrjar að kjamsa á bátnum það er ennþá terrifying atriði ég er alveg samanlegaður og svo bara þessi 3 leikar eru svo geðveikir í henni ok fók ég ræðanast kvint geggjuð það er allt geðið þínu ok, nr. 27 mynd sem er algjör sjónræn veisla og ég segi fyrst núna ég segi Matrix þarna af því hún er bæði ógeðslega flott mér finnst búningarnir flottir mér finnst allt svona set design líka mjög töff mér finnst bullet time ógeðslega flott vera myndalega fyrir kring og þeir storyboarduðu líka held ég alla myndina og það sést alveg mér finnst líka bara töff svona því ég er svona byssunörd þá var mér geggja allir agentarnir voru með Desert Eagle og svona atrið fannst mér ógeðslega flott líka eins og skotbardaginn er hún í lokin þegar stúta lobbyinu þegar maður sé svona brotna úr öllum bara eins og ég var að segja þetta fór bara inn í beinin á manni þetta var svo töff, tónlistin undir líka það var allt í þessa mynd hún er sjónræn og hljóðræn veisla bara algjör veisla, brjálu mynd hvað gerir þú? Blade Runner 2049 hún er bara svo leiðileg en hún er sjónræn veisla en finnst þú skemmtileg? Ég hefði ekki getað valið leiðilega mynd fyrir eitthvað svona sem ég er ekki beðin að velja eitthvað leiðilega. Finnst mér skemmtileg. Nei, þetta er ekki skemmtileg mynd, en mér finnst bara ógeðslega falleg. Já, hún er ógeðslega flott og töff tónlist og svona. Ég bara lét það vinna. Já, þetta er ekki rangt hjá þér. En þú vinnur þannig. Að því ég er með miklu betri mynd. Já. Ég hugsaði þetta meira, þú hugsaði þetta. Ég hugsa meira ég hugsa stillur úr henni, Já, það er svolítið í Matrix alveg að setja líka. Já, en ekki eins. Nei. En þú samt, þú vinnur þetta. Þetta bara ég að benda á hvernig við hugsaðum þetta öðruvísi. Ok, nr. 28. Mynd sem litur líða óþægilega. Og ég segi, nei, þú segi fyrst. Er það? Já, sagði ég ekki Matrix fyrst. Já, ok. Martyrs. Já. Nei. Ég ger það líka. Geðveikt. Hvað eru konum með margar sömu? 3 eða ekki? Jú, eða ekki. Ok. Hún er Lodge. Terminator, Lodge, Martyrs. Já. Ok, við höfum 2 eftir. Ok. Martyrs, frönsk mynd. Geðveik. Ógeðsleg. En hún er ógeðslega góð. Já, þetta er frábær mynd. Er hún sjá hann oftar en, hvað er hún sjá hann? 2 svar? 2 svar. Ég er alltaf býð eftir að sína hann ennuna. Hefur hún aldrei séð hann? Nei. Shit. Ég er búin að sjá hann nokkuð, mér finnst hún alveg fáránlega góð. Ok, dreifum við það að finna. Við erum búin svo lengi. Mynd sem læti þér langa til að vera ástfangin. Mér finnst þetta alltaf góð spurning. Og ég segi fyrst núna. Það er þú. Ég valdi klikkaða mynd. Sing Street. Nei, geðveikt, ég hugsaði hana. Hún er alveg, það er truflu mynd. Já, ég flettin upp á IMDb og eitthvað var svona að skoða. Ég var að hugsa hana. Það er bara mynd sem að læti langt til ástfangin. Af því að ástin í þeirri mynd virkar eitthvað svo rétt. Já, ég er með mynd í svipuðum kaliber. Hvað valdi þú? Amelie. Já, hún er alltaf geðveik, en það er svo langt sem ég sá hana. Það er þetta sama, þetta er svona, þú færði svona fallegu tilfinningu. Þetta er svona feel good, þú veist.
Já, ég er búin að horfa á Singstýtt alveg 5-6 ég er búin að sína svolítið mörgum hana og fólk sýndi mér og nennana. Já, við horfum hana saman. Okkur fannst þú geðveik. Já, þetta maður geðveik mynd. Ég myndi segja jafnteflið hana. Já, ég ætla ekki að setja út á Amelie, hún geðveik. Ok, síðasta. Myndin sem við þínum uppáhalds enda. Endi, sem ekki síðan ykkur. Þú til segja fyrst. Já, ég valdi þessa mynd af því að hún, þú veist, mér finnst þetta svo balls í endir. Þannig að, þú veist, ég er ekki að segja þetta uppáhalds myndi mín, en þetta uppáhalds endirina mynd. Já, en ég vona samt að þú fíli myndina. Já, mér finnst þetta geðveik mynd. Ok. The Mist. Já, það er geðveik endur á henni. Hún er líka góð. Já, þetta er geðveik mynd. Ég horfði á hana fyrir ekkert svo lengur síðan. Hún er frábær. Já. Og bara hún hafi Frank Darabont vildi ekki gera þetta. Hún fengi að hafa hennan endi. Já, einmitt. Fyrst að lesa það á sín tíma. Hann sagði bara, ég skal gera þessa myndi þá fók henni hendar og svona. Hún er mjög góð. Ég man einmitt, ég fór hana einn í bíó. Nei. Já, og ég man því lapp út úr salna og er bara, fokk, þetta er dröldu góð mynd. Ég þarf að horfa á hana aftur. Já, ég sá hana 2 svar. Það er ekki langt síðan að horfa á hana. Hún er búin að eldast bara mjög vel. Já. Og þegar fókinn tónlistin kemur hana fókinn þessi Himalaya jóðlsöngur sem er svo episkur. Já. Ég má gleyma hvað hljónsveitin heitir. Art of Noise eða eitthvað. Ég man það ekki. Ég man ekki neitt. Það kemur ekki með þetta. Þegar hann er að horfa á herlestina keyra fram hjá sér. Já. Og allt er í volli. Já, ertu ekki þannig bara alveg endan þegar það sér eins og það sé bara að vera heimsendir. Já, og svo þegar þokunni létt. Já, þegar, spoiler, þegar hann er búin að drepa. Já, þegar þeir eru bara öll búin að drepa sig. Já, hann drap son sinna, ekki? Já, ég veit. Og ætlaði að fara og labba út í þokuna og bara drepast sjálfur. Þá létti þokunni og þá var herinn akkurat að koma bara 30 sekúndum. Já. Bara hefði hann beðið í fokkin 30 sekúndur. Já, þá hann sloppið. Já. Og þetta er líka svo heartbreaking af því að ef þið hefðu virkilega farið með konunni sem að grátbiður þeim að hjálpa sér í byrjunum á myndinni, þá hefðu þau öll lifað. Já, einmitt. Þú veist, ef þið hefðu sýnt náungu kærleikin og láta konun ekki fara eina, þá hefðu þið lifað. Þetta var svona... Þetta er góður endir. Þetta er geðveikur endir og hann er svo... Þetta er svo mikið gut punch. Já, algjörlega. Thomas Jane er líka geðveikur í henni. Já, hann er alveg fýll leikari. Já. Hann hefur ekkert fengið mikið að gera, finnst mér. Nei. Mjög flottur leikari. Já, ég heldur að sé Expanse. Já, ég er aðeins byrjað að þeim. Ég fílaði betur en Nanna. Já, ég reyndi eitthvað fyrsta þátturinn og... Já, fyrsti þátturinn er svolítið tjór, svo fer þetta aðeins í gang. Já, ég veit félagar sem elskar þetta. En þetta er bara svo mikið sem er inni, sko. Þetta er svolítið svona... Svolítið obstacle að ætla að horfa á þetta allt. Já, ég kannski tekið ekkert sjá. Ok, myndin mín sem er svona uppáhalds mínum uppáhalds enda. Ég sagði 7 þannig. Úf, geðveikt. Það er svo geðveikur endir. Já, geggjaður endir. Og bara alltaf bílumyndir sem tölum á hann. Ok, þannig að ef við telum stíðin þá var ég klárlega að segja hann, síðan mér. Þetta var engin keppni. Ég nenni ekkert að tella þetta. Nei, ég hef ekki bara setjað það í jafntefli. Jú, það var flott. Það var flott svör. Já. Þín voru líka heldur góð. Þannig að þau sem ég skildi. Þau eru skildi spurningarnar. Já, þú miskildir eitthvað af þessu spurningum. 2. Já, það er reynda mjög einfaldar. Ég skal hafa þetta mjög einfaldar. Ég skal hafa þetta ennþá einfaldara næst. Það hefur bara 2 spurningar og það er bara upp á slitur og eitthvað svona. Já, bara já og neysvör. Bara já og neysvör. Það er líka mjög gott. Hvað er hún lengi? Ég ekki bara... Jú, ég held við verðum að segja þetta gott. Klukkan 11:30. 10:10. Ok, við erum búin að heldur lengi held ég. Ok, ekki bara segja þetta gott. Jú, einhver loka orð, fannst þetta skemmtilegt? Það gerir þetta svona? Mjög skemmtilegt. Okay. Ég skal búa til eitthvað næst. Já, það verður gaman endur taka þetta með... Og með það kannski bara 15, þetta var svolítið mikið. Já, 10-15. Já. Þannig að þú segir að við vorum helviti lengi að koma okkur upp í 15, sko. Já, blöður er svo mikið. Já, ég held að 10 sé gott. Þeir sem að þraukuðu út í enda, þeir eru æðisleg. Já. Þannig að takk fyrir að fá mig í heimsókn, það var mjög skemmtilegt. Já, takk fyrir að koma og mín lokaður eru bara, það er gaman að fylla svona lista. Já. Ég er svo mikið svona listagur. Já, þetta fær maður svolítið að hugsa. Já, það gerir það. Oft erfitt. Já, en það er sem gerir þetta skemmtilega. Já. Og ef maður er eitthvað svona nörda, eitthvað bíómyndakall, þá
er svo auðvitað fyllt út samt að lokum. Að lokum, en það sem mér fannst stundum erfitt var að ég var búin að setja einhverju mynd sem hefði sem smelt passað inn í eitthvað næst. Já, ég skilji. En svo líka bara, ég hugsaði bara hvað að fyrstum dettur. Já, ég var svolítið að vinna með það. Herru, segjum bara gott í dag. Já, takk fyrir mig. Bara sjáumst í næstu viku. Bless.